sæl og verið hjartanlega velkomin í Chess After Dark. Já, góða kvöldið, góðan daginn, hvernig þú ert að hlusta, kæri hlustandi. Það eru þetta kaldið sem er með okkur. Já. Klassíski light, IPA, jafnvel núlarinn. Þú komst klifiður. Já, ég er með bílinn stútfullin af þessu. Það er núna, fyrst þegar maður hættur að drekka sem Þetta safnast upp. Já, það er rosalegt. En það var gott að hafa kalda. Það er alltaf gott. Já, getur líka bara að gefa öðrum? Já, fyrir utan maður getur glatt og svo er það Volt Plus og Volt er bara hreinlega nýttið með það nú senast bara í gær. Já, vel gert. Og það hafa við góðan óstýr. Alltaf tekið fagnandi á heimilinu þegar maður voltar heim. Þegar bjallar hringir, það er fallist út. Já, það kætir alltaf. En að þætti kvöldsins, gestur okkar er Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari IA. Lárus byrjaði 10 ár í Championship, League One og Premier League með Stoke og West Bromwich Albion. Vertu hjartanlega velkomin. Já, takk fyrir. Ég þurfti að fara alveg krókarlega til að fá símanúmerið þessum glæsilega manni, sko. Eitt sem ég langar að byrja á, Lárus, hvernig ertu og takk fyrir að koma? Ég er bara mjög góður og takk fyrir að hafa mig. Ég veist þetta svona pínu illa gert að láta mig koma hérna eftir stjórnarformann í Íslandsbanka. Já. Ég er búin að vera viðskiptavinur í 35 ár en þetta er... Lýst þér ekki vel á nýja stjórnarformanni? Jú, bara mjög vel og alltaf gaman að hlusta þegar hann kemur í þáttinn Já, hann er geggjaður Sko, Lárus Orri var náttúrulega valinn þjálfari ársins hjá okkur í áramótakeppninni, sko. Þannig að það var ákveðin skagatenging en hann áður líka bara skilið Við verðum að spyrja þig, talað að koma eftir eitthvað þessi leikur á hann, hvernig fór enda þetta? 38 eitthvað Horfður á þetta, Lárus? Nei, ég horfði ekki á þetta Ég verð rosalega heitur þegar ég er að horfa á íslenskan landslið í sjónvarpinu, hvort sem það er fótbolti, körfubolti eða handbolti og ég á til að standa upp og öskra á sjónvarpinu og ég hef svona brennt mig svolítið á því að maður er alltaf mikla væntingar gagnvart handboltanum og ég bara er hættur að nenna að pera mig á þessu sko. Leifur, þú veist mest hérna inn handbolta, hvernig horfðu þessi leiku við þér? Já, það getur vel verið að Lárus viti meira en ég, sko, en mér finnst bara eitthvað dapurt við að halda svíðinum í 25 og svo fáum við okkur 38. Sama, getur vel verið að menn séu þreyttir, þú veist, það getur vel verið að kosta Elvar sig ekki með, en hann var heldur ekki með á móti svíðinum og þetta á ekki að gerast og það er líka leiðilegt að sjá þetta er svona öfugt við karlalandsliði í fótbolta, þar sem að við erum einhvern veginn alltaf underdogs en performum og förum fram úr væntingum þá með handboltalandsliði á einhvern veginn að vera frábært og svo er vonin alveg komin að hún er að springa í brjóstinu á manni þegar það er stungið á hann einhvern veginn og það getur verið sárt og ég skilji bara vel Lárus að vera að gefast upp á þessu. Þú mistir ekki miklu á hann. Þetta er reynslan, þetta er bara reynslan. Þannig að við eigum vonar að glætu ennþá en hún er veik. En aftur að þættinum, sko, pre-season í fullum gangi. Hvernig er aðstæðan hann upp á Skaga? Já, pre-season fullu og aðstæðan náttúrulega alveg frábær núna upp á Skaga. Þetta er það er allt til alls og búið að byggja upp mjög flotta aðstöðu. Við náttúrulega höfum höllina hana og við byrjum núna áramótin, þá byrjum við að æfa kl. 11 á mótnana. Þannig við erum bara einir hann í höllinni og mjög flotti búningsklefar. Það er fullkomið gym hana hjá okkur. Við erum með sjúkraþjálfara í fullu starfi sem er bara hana hjá okkur á daginn og þannig að aðstæðan er upp á 10. Já, geðvegt. Skaginn er að gera þetta og við munum örgulega komin að betur í kvöld. Þeir eru að gera þetta ansi vel. Já, sannlega. Þeir eru að setja ekkin í rétta körfur, sko. Já, ekki spurning. Við vindum okkur það bara beint í fyrsta liðin. Uppbytunin er búin og hún er í boði Íslandssjóða. Komum nú aðeins hérna á Íslandsbanka á hann. Við erum með fyrri og seinni hálfleik. Fyrri hálfleikur ætlum að fara aðeins yfir þetta Skaga-ævintýri sem er bara rétt að byrja og svo ætlum við aðeins að spyrja út í fyrirlinni seinni hálfleik. Það er fótboltatengingin. Það er skipti hálfleika hér. Já, og vorum að dómgæslan verði nær líka fótbolta heldur en handbolta því annars muni ekki skilja upp niður. En fyrir þá sem er eftir að stíga fyrsta skrifið að fjárfesti sjóðum, það gæti verið áramóta heitt. Já. Að leggja eitthvað inn mánaðarlega, þetta engin kostnaður og 5.000 krónar lágmarksfjárhæð, þannig að þetta er tilvalið fyrir marga ef ekki bara langflesta. Ég veist líklegt að Skagamenn séu með reikning þarna, sko. Já, þannig að hvernig væri árið 2026 væri ársparnaðar og fjárfestingar hjá Íslandssjóðum. En ákvörðun að taka við Skaganum. Þegar Skaginn hefur samband við þig, þá er liðið, já bara, það verður með bottsæti með 9 stig eftir 12 leiki. Hvernig gerist það, hvernig er aðdragandinn?
hvernig kom símtalið og hvernig var tímarilin, ef þú segir okkur eins frá þessu? Ég fekk símtal frá honum Sturli Haraldsinni, gömlum skólabróður og æsku vinn. Þannig að hann í leikmannráði upp á Skaga. Ég fekk símtal frá honum á 50 ef ég man það rétt. Og setni partín daginn eftir sem að þá föstudagur, þá var ég að leggja stað upp á Skaga. Þannig að þetta gerist bara mjög snögglega og mjög óvænt og gekk bara mjög hratt fyrir sig og þannig að þetta var svona cirka sólarhringur frá fyrsta símtali þá til að ég var búin að samþykkja samning og var á leiðinni upp á Skaga. Sko, eitt sem ég langar að spyrja að því að þú varst búin að vera out of the game síðan árið 2018 sko bara að hafa hugmyndiflugi að hafa samband við, varstu eitthvað búin að gefa myndi fótinn eða eitthvað? Nei, alls ekki sko og sko ég náttúrulega áður í tekur Skaganum, þá ég búin að þjálfa meistarflokk í 11 ár. Þá ég búin að vera hjá Þór örugglega samanlagt í einhver 8 ár og 3 ár hjá KF. Og ég hafði rauninlega aldrei sko tekið hérna ákvörðun að hætta að þjálfa fótbolta annars slíkt eða var samt ekkert að eldast við að fara að þjálfa. Ég náttúrulega bjó og bý á Akureyri og tækifæri þar eru náttúrulega ekki eins mikil og hérna á Suðurlandinu. Þannig að þetta var svo sem ekkert að blunda henni því með þannlega sé sko. Nei. En það sem að gerist þarna på Skaga held ég að sé það að þarna eru bæði stjórnarmenn og þeir sem að starfina klúbsins sem þekkja mig og það eru ég hef í starfsliðin hann er fólk sem ég hef með sér þjálfað og þannig að þeir svo sem vissu alveg fyrir hvað ég stend og hvernig þjálfar ég er þannig að það var kannski þess vegna sem hafa sambandið með held ég. Já, og þú ert ekki að hugsa það lengi eins og hún segir? Nei, sko þetta var náttúrulega mjög flókin ákvörðun á vissu leyti. Ert með rekstur á Akureyri? Já, við erum eitthvað fyrirtæki heima við fjölskyldan en endapunktur var alltaf þessi. Hefði ég sagt nei, þá hefði ég alla til séti. Þannig að þetta var eiginlega aldrei spurning, sko. Þetta var bara að láta slag standa og hoppa út í djúpulaugina og sjá hvað gerist. Heldur það ekki hjálpaðir heilan helling, bæði náttúrulega bara að koma þér á framfæri og ég sagði við þetta fyrir þátt að það mikill sjónvarpseftir að það á skjám, þó við sjáum í kringu landsliði sem mjög gaman. Var ekkert erfitt að fara úr stöðu sérfræðingsins í að vera bara allt í mættur í takkaskóna að þjálfa? Jú, þetta er náttúrulega, þú veist, sérstaklega maður búin að vera svona frá þessu svona lengi, þá er það náttúrulega pínur stressandi, en ég svona hugsaði ekki mikið út í það fyrir ég var bara mættur á svæðið, þá bara, hvað er komin úti hérna? En jú, það er mjög gaman að vinna á sín, mjög gaman að vinna í kringum fótboltan þar og ég held ég aldrei geta stokkið svona inn í þetta ef ég hefði ekki verið búin að vinna við deildina í þessi ár áður í kemanni. Ég var búin að vera að vinna hann einhver 3,5 ár eða 3,5 tímabil held ég á sín í kringum deildina og þar var ég búin að horfa okkur einasta leik í deildina, hann ég þekkti deildina vel og þannig ég hefði verið alltaf miklu erfiðara stökkvinn í þetta ef ég hef ekki verið búin að vera að vinna þar. Örsnögt til að skeignast inn í hugarheim svona sérfræðings. Sko, þegar þú segir horfa á alla leiki í deildinni, ertu að tala um að horfa á einn leik í hverju umferð eða ertu að tala um að horfa á hvern einasta leik í hverju einustu umferð í 3,5 ár? Hver einustu mínútu. Það er rosalegt. Hver einustu mínútu. Og þetta er mjög, eins og gefur að skilja mjög tímafrekt en alveg gríðarlega gaman. Og þetta er þannig að þú ert svona sirka bát aðra hverju umferð voru við í sjónvarpinu, þannig að það er umferðir sem varst í sjónvarpinu, þar tókstu leikina og þú þurftir að greina almennilega sirka helminginu leikinu, svona 3 leiki af 6. Svo hínu umferðinu sem þú varst ekki að vinna, þá horfður þú bara á leikina, þú varst ekki endilega að greina og þú varst að taka punta bara og eiga svona hluti sem þú kannski vitna í setna meir eða farið í. Þannig að það er mikil vinna bak við þetta. En ég held að það er ekkit viti að fara í svona hlutinum og sé tilbúin til þess að dýfa almennilega í þetta. Ég var allavega ekki tilbúin til að sitja í sjónvarpinu og segja einhver hluti sem ég get ekki bakkað upp. Nei, bara skróla gegnum tölfræðina. Já, eða rökstutt almennilega. Þú veist, ég myndi allavega vera mjög stressaður að sitja í sjónvarpinu ef ég vissi ekki hvað
ég var að segja. Já, á þess að lasta aðra sérfræðinga, þá held ég að sé ekki allir með þennan metna, sko, mjög vel gert. Já, það eru margir sem hafa ekki séð neitleik, sko, eins og við til dæmis. Já, eins og við. Þessin er verið með skákláður. En, sko, Ía stóð ekki vel þegar þú tekur við, sko, hafðirðu trú á þessu strax frá upphafi? Já, ég gerði það og þetta var búið að vera mjög sérkennilegt hjá þeim og það voru svona skrýtnir hlutir að gerast hana en ég hafði trú á þessu bara strax og þetta byrjaði vel. Við byrjum að fara vestur og vorum að móti vestra og það var ansi góður leikur hjá okkur og svona strax þá fann maður það að það var mikill hugur í mannskapnum. Leikmenn tóku þetta mjög nálægt sér þennan brottrekstur hjá henni Jón Þóri. Það var mikið og gott samband með Jón Þórs og leikmannina. Hann var búin að byggja upp þetta lið þarna og maður fann það alveg að menn voru staðráðnir að bæta fyrir þetta. Og ég kem líka bara inn í þjálfara teimið hans Jón Þórs í rauninni. Þannig að það voru allir bara 100% klárir að leggjast á eitt að bæta fyrir þetta og þetta gekk nokkuð vel svona framan að þessu segi, við unnum hana vestra svo fyrir við framleikinn heima upp á Skaga hann tapastu við svo 1-0 en var bara fínasti leikur hjá okkur sérstaklega seinni hálfleikurinn vinnum svo KR heima þannig að fyrstu 3 leikinu þetta fór ansi vel á stað þannig að Varst ekki hræddur sko en þá mikið gerkreina Gary Neville sem var búin að láta mann og annan heyra og svo fór hann í Valencia-stólinn og tapaði hverjum einasta leik, varst ekki hræddur að já, þú hafði bara það mikla trú og hugsaðir ekki bara, ég er búin að vera sérfræðingur virtast til sérfræðingur ég get ekki tekið við liður og svo bara felli og mættur aftur í tífi eftir tímabili. Nei, sko þetta var bara, þú lætur bara vaða og ég gerði mig alveg grein fyrir því að það var kannski engin leið aftur í sjónvarpið. Þegar hefði ég til dæmis þetta alveg gjössanlega farið allt til landskotars, þá hefði verið vola skrítið að mæta svo að fara að gagnrýna eitthvað í sjónvarpinu. Þannig ég gerði mig alveg strax grein fyrir því að það hefði hugsanlega getað verið búið bara líka. En aftur þá fer ég bara í það að þetta var bara aldrei spurning. Þetta hefði ég ekki tekið þetta. Það ég allatið séð þetta. Sko eitt sem ég langar að spyrja á eins og við förum kannski aðeins betur við tímabil á eftir einstak úrslit eins og nefndir þetta byrjaði bara mjög vel. En ég var eitthvað undirbúin fyrir þáttin í bæði dag og í gær sem þetta voru ekki bara töp á Skánum, mikið svona stór töp og annað. Fattaður nokkuð fljótt, varst ekki svona að vita áður en Síndali kom, hvað var að og hvað þyrfti mögulega að adressa? Já, það voru svona nokkuð hluti sem maður búin að taka eftir í leikliðsins og sem kannski tengist líka, þetta er góðu leikmenn. Þetta breytist ekkert á þessu eina ári, það er mjög gott árun undan. Þetta breytist ekkert bara einu ári í einhver lélega leikmenn, þannig að þetta tengdist svona hugafarinu og sjálfströsti mikið til. Þannig að það voru svona helst hlutin sem maður fór fyrst í og að reyna að svona loka vörninni, reyna að stoppa fyrir hennar leka sem var og reyna að fá svona smá trú í þetta, því að það var alveg greinilegt að þegar á móti blést þá svona einhvern veginn hrundið allt saman í nokkur leikjum höfum hann undan, þetta var búið að vera svolítið erfitt. En það var bara svona í rauninni bara að reyna að fá aftur trú í mannskapinu eða fá til að trúa að ég gæti gert þetta því að hæfileikarnir voru klálega til staðar. Maður velti líka fyrir sem þú segir búin með 11 ára undir beltur og sem meistaraflokksþjálfari erfitt að koma inn í mid-season og fara reyndar ákveðu undirbúningstímabili á miðju tímabili en var það ekkert erfitt? Jú, það er mjög skrítið. Mjög skrítið að koma svona inn í mitt tímabil en ég hef sagt að áður og segið aftur, það er mjög gott þjálfararteimi í fyrra þá var Dín Martin og Steppi Þórðar með mér í þessu og svo var Aron svona til hliðar með okkur og Dín og Hotsis markmannsþjálfari og þetta eru alveg hörku þjálfarar sem eru með mér í þessu. Dín Martin, hann er ekki bara góðu fitnessþjálfari, hann er líka með mikla reynslu sem aðalþjálfari og mjög flottu þjálfari, þannig að það var svona sem að gera þetta svona auðveldar að koma inn í þetta. Já, það er líklega ekki boðið að þú ert í þjálfarateimi sem leikmaður og Dín Martin er í þjálfarateiminu að vera ekki í standi eða hvað? Nei, það er ekki búið. Hann er rosalega, sko, ef það er orku þá bara mætir í næfingarsvæðið okkur og eyðir smá tíma honum og þá ertu endurlæðin. Hann er með endals orku þessi maður og mjög gaman að vinna með hann. Sko eitt sem skemmtilegt að horfa í núna sem það að þú talar að þú var Síndal á 5. og tekið við á 1.
þú ert þannig í sjónvarpinu sömu vikunni á mánudagskvöldi, ef ég man rétt, og þar verið að tala um að Jói Kalli sé að taka við þessu og þið finnst það ólíklegt, en þú vissir ekkert hvað var að fara. Ég hugsaði kannski að þú vissir meira en aðrir. Nei, ég vissi ekki neitt og ég lagði það til að ég myndi ráða þjálfur út tímabilið. Það voru margir sem ég held að ég vissi eitthvað þarna en bara vissi ekki nú. Þetta hvarflaði ekki að mér. Nei. Að þeir myndi að hafa samband um mig. Það reyndist heldur betur rétt hjá það maður. Já, ekki spurning. Við skulum færa okkur yfir í tímabili sjálft. Í boði Smárikisins. Já. Það eru þetta ódýrasta ríkið. Já. Bæjarlind, Fellsmúli, Hraunbær og Miðhraun. Já, láta volta þetta til. Það er svo vanur í að ríki loki bara einhverju stundu. Já. Ég reyna að munda þetta er bara eins og útivistartíminn í gamla dag. Til 11 á virkum og 12 á helgar. Já, það er góður útivistartími á þeim í Smáríkinu. Það er ekki alveg eins í ríkinu sko. Nei, það er nefnilega ekki alveg að sama þar sko. En sko já, eins og þú talar um það að þurft að stoppa í vörnina og finna sjálfstöðust hjá mönnum sko. Manstu hvað þú sagðir fyrir Vestrarleiki til dæmis, hvernig varstu búin að undirbúa liðið fyrir það? Hvað sagðir við leikmenn, bara eins og þú segir, bara heyrðu, þið eru góði leikmenn, þið mistuðu ekki hæfileikan eitthvað á einu ári, hvernig kemur inn í svona, hvað maður að segja, svona bara lítið sjálfstraust og annað? Sko, ég man ekki nákvæmlega hvað ég sagði fyrir Vestrarleikin, en það sko uppleggið hjá mér, bara leiðið kom hann inn og var svona gangandi bara í gegnum tímabilið, það var bara vinnusemi og einbeiting, fókus. Það var raunverulega það sem við lögðum áherslu á. Það var að þóra að gera mistök, það er í lagi að gera mistök. Eina sem er ekki í lagi, það er ekki að þóra, það er að fela sig, það vilja ekki taka þátt. Þannig að það var svona fámenn bara til þess að taka smá áhættur aftur og bara svona nokkurn eins og fyrirli minn var að leggja mikla áherslu á vinnusemi og einbeitingu. Eins og þú segir, þetta fer ágætlega af stað, tapir þau fram, vinni Vesturhraðn úti, takir svo Káingarna heima. Manstu eftir einhverjum sérstökum leik á tímabili sem hugsaði bara, kannski ekki verðum aldrei að fara að falla en bara, eða fattar kannski bara fyrst á æfingunum bara, ég er aldrei að fara að falla með þetta lið? Nei, það var ekki þannig, þetta var samt sko já, maður hefði mikla trú að við myndum halda okkur uppi. Það var kannski helst þarna tímabili í kringum Víkingur, IBVF-leikinir sem það var orðið svolítið erfitt en á þessu tímabili sem við talar um þarna, þessu fyrstu leikinni þannig og meira segja eftir við fyrir norður og töpum þar held ég að vera 2-0 fyrir Káa. Já, passar. Í leik þar sem að Erik var í banni og Rúnar held ég. Þetta var leikur sem hefði getað dottið fyrir hvort leiði sem var. Eftir það tap þá kom hann smá frí á þeim tímapunkti þá var maður mjög bjassinn á að við myndum halda okkur uppi út af því við vorum að spila vel, menn voru að leggja sig fram í þetta, menn voru duglegir á æfingarsvæðinu, þannig að þetta leit alveg ágætlega út þarna. Hvað varstu lengi að setja handbragð þitt á liðið, myndir þú segja? Ég veit ekki, ég ætla að vona að bara strax ef menn svona tekja vel í þetta að fara svolítið í þennan pakka bara að gefa sér allan í þetta og sjá hvað verður. Hvort fókusaður meira á að skrúa fyrir eða skora fleiri mörk? Eða bæði? Ég hef allan tíð trú á því að mörki myndi alltaf koma með okkur. Já. Þannig fókusin var meira á það að reyna að loka tilbaka og það var svona sérstaklega fyrst ég byrja með, þá var það fókusin í okkur að reyna að loka fyrir vörnina og láta mörkin koma. Þeir eru svo enn eftir í deildina, 8 fyrir eftir og það eru þetta þessi frægi FH-leikur sem við mikið talað um í þessu þætti. Þegar Heimir Guðjóns og títnefndur Dín Martin fara enn í enni og heimilætur reykast út af, þeir eru 2-0 yfir í hálfleik og enda 3-2 fyrir FH. Ég held að við höfum verið með þátt deildina degi eftir þennan leik og við tölum bara að ok, Skaginn er fallin, hvaða lið mun falla með Skaganum, sko, það var umræðan. Mér langar að skjóta einni snöggri hérna. Hugsaðu, kallaðu leikþátt hjá Heimi þarna strax eða? Já, það var alveg leikþátt að gera. Þetta meika ekkert sens hjá hann að labba hann yfir og þannig að maður vissum leið að hann var að reyna bara að æsa upp í sínum mannskap
og Heimir gamall refur og, og þetta spilaðist alveg upp í hendurinn á honum með þetta því að dómarnir hann þeir náttúrulega gafu báðum rauðspjald sem þeir aldrei átt að gera þeir bara átt að segja að hætta þessari vitleysu og halda áfram og svo svona kemur svona smá stemming hérna og við gerum mistökunum vellinu þeir fá held ég víti strax eða eitthvað þeir skora svo strax marki kjölfari á þessu og þetta var algjör sirkus þessi loka mínútur hann á þessum hálfleik. Það var líka ekki þannig, það var ekki eitthvað ég manna ekki alveg, en það gerðist ekki þannig atvik sem að útskýri það að hann fór á bekkinn til ykkar, þannig var þetta ekki bara eitthvað? Jú, sko við vorum búin að vera miklu betri. Við vorum búin að vera miklu betri en F-fang, við vorum rauninni bara að pakka þeim saman á þessum tímpúnti og það var mikið aggressjón í okkar leiði og boltinn kemur hann út af hjá okkur, bekknum hjá okkur og Dino bara svona stoppar hann hálfpartinn ekki beint að stoppa F-fangin að fá boltan en var samt ekki það rétt honum hann. Og þá notaði Heimir tækifæri og kom hann að vaðandi henni yfir. Og svo, til að fylgja þess eftir að þá kemur svo tap á móti Víkingum og þarna aftur ekkert stress í Lárusi. Sko, það sem gerir svo þarna, ég man ekki alveg hvernig það var í rauninni við áttum held ég að spila við Blika næst en spilum ekki í þeirri umferð út af Blikar í Evrópukeppni og missum það úr umferð og erum búin að vera lítil stigasöfnun hann hjá okkur á þessum tímabili og liðin í kringum okkur var að vinna ansi stíft hann. Þannig að allt í einu þá vorum við bara orðinni langt á eftir. Þetta gerðist mjög hratt og gerðist bara á þess að við gátum, þú veist, við erum bara að æfa, við erum ekki að keppa og við erum bara komnir mjög langt á eftir. Og þá var þessi IBVF-leikur, það var umverulega sko leikur sem við horfðum í til þess að ná í 3 stig og við vorum mjög lélegir þeim leik og það var eiginlega svolítið það var svona eftir að hyggja þegar maður horfði tilbaka núna þá var eiginlega bara fínt hversu lélegir við vorum í þeim leik en það var komið smá svona ég veit ekki hvað ég segja uppgjöf en það var komið trúin var farin að fara hana bara í mannskapnum það var alveg augljóst þetta voru mjög þungt verkefni allt í einu og leit bara alls ekkert vel út. Nei, ég man líka að ég var að hlusta viðtöl við þarna í kringum með þennan tímabót sem við vorum að tala áður en þið farið í þetta, ég ætla bara að kalla þetta pre-season, þið spila ekki leik frá 17. ágúst til 11. september. Sko, það sem varst eiginlega að byrja að tala bara, ok, ef við föllum þá ætlum við alla að falla með sæmt, sko, við ætlum ekki að tapa allir leikjunum með það, sko. Nei, það var einmitt það sem við fórum í eftir, þetta var, við lókum okkur inn í klefa hann í Eyjum, vorum bara þar var bara tekinn góðu fundur þar sem menn bara sögðu það sem að þeir þurft að segja og svo þegar við komum på Skaga þá æfðum við mjög vel í þessu breiki sem við fengum hana og það voru teknir fundir hana sem að hluti voru bara látni flakka og í framhald af því þá var þið rauninni þannig og þá kannski kom líka meira þetta að menn torðu meira, þetta var bara orðið þannig Fuck it mod Já, þetta var bara það sko núna bara látum við vaða á þetta og það bara verður það sem verður ef við föllum eða verður okkar öllu að falla þá bara gerum við það bara ef það er hægt að segja með sæmt þá bara gerum við það bara bítandi frá okkur og gefandi allt í þetta og það er svona tókst og þá líka þá ferðu frá því kannski að horfa á þetta sem eitthvað langt verkefni í það að horfa bara á næsta leik Já þetta var kannski mjög erfitt verkefni að horfa á það nú þurfum við að ná henni einhverjum 8 stigum eða hvað það var bara til þess að komast upp í safety heldur var það bara að standa okkur í næsta leik og sína bara fólkinu på Skaga við ætlum að leggja allt á okkur í næsta leik þar komu 3 stig og svo var það bara repeat á leikin eftir það var bara tekin svona 1 leikur í einu þangað til svo allt í einu við vorum bara komnir í ágæti stöðu og þá kannski fór það að vera aftur stressandi Já þegar þú veist allt í hennu komið það á stöðu að nú vildur ekki fara að klóra því sem þú skoða ný sko. Já, nú voru þið að halda Já. Og ég held að það er sínt sig kannski að eftir svo seinni eiginleikin þar sem við komum okkur í mjög góða stöðu þá voru allt í hennu komin í þá stöðu að geta farið norður og bara gulltryggt þetta og þá Já við tölum mjög lítið þannleik hérna Já, alltaf með eitthvað leiður Mér er bara svo áhugavert sem að Lárus nefnir sko að það hefur kannski bara verið fínt hvað það voru lélegir hana í Eyjum
og hvernig þetta hefði skapað þessa stemningu að menn hefði bara farið bak í bak átt nokkra góða fundi í þessari pásu það hefði verið svo ótrúlega auðvelt að brotna þarna en í staðinn eigi þessa góða fundi og það skapast eitthvað andrúmsloft og einhver andi Já, það var rauninni bara þannig og við áttum svo blika heima í fyrsta leik eftir þessa pásu ekki minna með þann leik Ég hef búin að heyra í einhverju podcastum einhverju bulli að það hefði hjálpað okkur hann eða að vera miðjum degi Já, hálftvö eða eitthvað, eða fjögur eða eitthvað Ég veit ekki hvað máli það skiptir svo sem en þar mættum menn bara mjög ákveðin til leiks og mjög samfærandi sigur og það sem við gerðum líka frá þeim tímapunkti við fórum bara í hápressu og við letum bara vaða á öllu alveg saman hvað lið það var og við ætlaðum að byrja leikin alltaf við hápressu Já, heldur betur all gone blazing sko, eitt sem langar að taka varandi þetta langa stopp 7. ágúst til 11. september sko, hvað gerir maður við lið að því mér langar kannski aðeins setna í kvöld að koma inn á bara fyrirkomulega í bestudeildinni, hvernig svona getur gerst af því ég veit að landsleikjalið inn í þessu en þetta er ansi langur tími þegar það líklega, völlurinn upp á sitt besta, þú veist, það mesti áhugin og annað, var ekki erfitt að halda mannskanum á tánum þannig allan annan tíma? Ég kannski ekki akkurat í þessari pásu, ekki eftir IBVF-leikin fyrri þá var bara mikið verkefni fyrir höndum og það var bara lítið það bara kærkomið kannski? Já, í rauninni sko, þegar það gengur illa þá er oft gott að stoppa sko, en það var vont að stoppa eftir seinni IBVF-leikin þá kom aftur hálfsmánaða pása sem maður vildi bara alls ekki sjá sko og það var raunverulega mjög lengri og erfiðari pása í þessum stutta tíma sem ég þjálfaði þetta var hálfmóti rétt rúmlega þá voru 3 svona pásur sem alveg gjössalega galur Já, það er það og ég veit ekki hvað það örgulega mikið búið að ræða þess að úrslitakeppni og allt saman, mér finnst úrslitakeppni bara fín sko en við verðum bara að taka hana sko lögðudag, miðvikudag Já, það ekkert málaspil til þessar viku, þannig að Nei, ekkert málaspil til þessar viku og ef vandamáli myrkrið Já og flóðljósin, það ekki öllu með flóðljós og með þangað til öllu fá flóðljós, þá verður þau lið sem ekki með flóðljós, þau verður bara að spila klukkan 2 þó sé að miðvikudegi, mér alveg sama þau verður bara að mæta á völlin þá já. Og liðin verður bara að koma sér flóðljósum Það getur verið sko, bara þessi play-offs vika eða svona play-in vika, hvað við vilt kalla það bara fullt af leikum, það væri mjög skemmtilegt Já, bara keyrið í gegn á hálfum mánuði bara Þess vegna kemur mann óvart að það búið að stilla upp náttúrulega mótin í ár og þetta verður bara eins núna, bara eins, já. Það er gaman til að rifja fyrir hlustendum þegar að hefðbundinni í deildakeppni lauk eftir 22 fyrir þá voru afturölding neðstir með 21 stig, Skagamenn komnir úr bottsætinu í 11. með 22 svo er KR 24, Vestri 27 það eru alltaf komin í fórsetabyggarinn Vestri 27, KA 29, IBF 29 við sáum það, þetta var mjög spennandi neðri hluti að því öll liðin eiginlega gátu fallið hvaða lið fannst þér að vera að keppa við að falla? Ég veit ekki, þetta var eiginlega bara ég horfði ekki á þetta þannig ég horfði á þetta bara svona eitt leik í einu í rauninni eins boring og það en það var eiginlega bara þannig að sama hvað það liðið við þurfum bara að koma okkur upp fyrir einhverju 2 það var mjög mikilvægt leikurinn heima við síðasta leikur í venlegu deildakeppni á móti afturölding var gríðarlega mikilvægt leikur það skipti mjög miklu máli að vera í 11. í staðan fyrir 12. seti. Já, af hverju skipti það máli? Það skipti máli upp á leikina hvaða lið þú færð hvenær. Já. Og eins og til bara það að þú átt síðasta leikin heima til dæmis. Það þýddi það að við fengum KR á heimavelli í staðan verið að þurft að fara að spila við það á útvelli. Það vísju þýddi það að við þurftum að fara til Akureyrar á Ísafjörð og Vestmannaeyja en þetta skipti bara okkur bara mjög miklu máli að fá þetta 11. seti frekar. Svo náttúrulega byrja bara sigur gangan, þetta var búið að rannsið gott, svo kemur eins og Lárus kemur inn og taki IBVF sko 4-0 á taki Vestra 4 útvelli, taki svo KR 3 heimavelli, IBVF 0-2 og þarna er þið eiginlega búin að tryggja ykkur í deildinni, fá allavega 2 sénsa þarna, þá mútið KA og svo aftur á mútið afturheldingu. Sko, fyrir hlustendur, þá þegar Lárus mæti með tekur við liðinu, þá var það með 9 stegi 12 leiki, eða 0,75 stegi leik og í lok tímabilsins, frá því að Lárus tekur við 35 stegi eftir, eða 34 stegi 27 leiki, sem því að Lárus Orri sótti 25 stegi í 15 leiki með 1,67 stegi leik.
sko til að summera þetta upp, ánum fyrir að tala næst tíðanbill, hvað heldur þú búin að fá svo spurningu örgulega milljónsinnum, hvað skópið það? Flottur leikmannhópur sem þannig til staðar og ég hef sagt þetta áður mikil og flott umgjörð upp á Skaga ég sagði það eftir Vestarleikin fyrsti leikunni eftir ég tók við að ég var að taka við góðu búi frá Jón Þóri og það er bara þannig Jón Þór var búinn að vinna gott starf hann bara lendir í því sem að stundum kemur bara í fótbolta og sumir þjálfar bara lendir í það hann lendir í hlutum sem verða mjög erfiðir og vindu upp á sig og verða bara einhvern veginn óstöðandi og því miður þá missir hann starfið út eftir það en hann vann mjög gott starf þannig ég held að sko þessi seinniluti, þetta sem telur upp hana þessi seinniluti á okkur, þar spilum við á Evrópusætis formi í rauninni hefðu við spilað þannig allt mótið þá hefðu við náð Evrópusæti þannig við spilum á Evrópusætis formi hann að seinnilutan deildinni fyrirlutan deildinni erum við bara á fallformi en seinnilutan deildinni á okkur semst á síðast ári var kannski í takt við það sem árið undan var hjá Skaganum sem var mjög gott þar sem þeir eru nánast að keppa Evrópusæti nánast án til eða flautaðar af bara já, að líka við án til næst síðasta leik þannig að ég lít meira að flúki hafi verið bara fyrirlutin á tímbilinu seinnilutin bara áframhald af þeirri vegferð sem Skaginn búin að vera í núna undanfarin ár. Þú vilt ekki eigna það að þú gert eitthvað algjört kraftaverk? Nei, alls ekki. Það er mjög skrítið ég ætla að gera það. Ég kemur inn bara á fínum tímpunkti. Ég bara hluti af flottum hópanna og við gerum þetta saman. Já, klart. Já, ekki spurning. Og við færum okkur þá í næsta lið sem er bein afleiðing þessa liðs, eða liðar, sem búið grillmarkaðsins, en nú fyrir hver að vera senastur að skella sér í janúartilboði. 8 og 9, þriggja rétta. Það er ekkert grín. Þetta er ekki grín. Nei, það er bara þannig. Já. Þannig að það gildir út í janúar, 8 og 9 á flottasta veitingastað höfuðborgarsvæðisins. Hvernig ljóma það? 3 réttir. Og svo erum við með Brandi en Brandur sér að velja skipa nefnd sem að velur flottustu íslensku vörumerkin 2025 þau hafa verið tilnefnd og ég hveti ykkur til þess að kynna ykkur þau það er bara brandir.is og svo sjáumstu öll í Hörpu það 19. februar þegar niðurstöðuna liggja fyrir sko Skaginn er flott brand já, Skaginn er flott brand það er eiginlega bara skandall að þeirra ekki tilnefndir hérna í gulu er 100. árið í röð það er Skaginn en nýr samningur í boði Branders það var tilkynnt í haust að þú verðir áfram við Skagalið og að þú hafi gert 2 ára samning þegar tímabilinu líkur seinasta, hvað flög gegnum hausina þér vissir þú strax að þið langa að halda áfram með Skaganum og byggja eitthvað upp eða sko þetta var náttúrulega mikið að gerast og við vorum bara á fullu í þessu að klára tímabilið en maður hafði lítið svo leikt hugan að því fyrir svo bara allt í einu hann í lokin eftir káleikin þegar við erum allt í einu búin að halda okkur uppi þá svona hellist þetta yfir mann að nú sé komin tíma ákvörðun Skagamenn komið hann til mig voru við sér búin að koma til mig fyrir Skagaleikin, fyrir káleikin og vildi ég held áfram og svo bara í rauninni kemur bara því að ég það bara taka ákvörðun þetta og þá í rauninni þó að það myndi falla, er ég skilja rétt á eða? Já, þeir voru búin að tala við mig og við voru búin að ræða það að við vorum búin að koma mjög góð stöð á þessu en við vildi ég held áfram þetta er náttúrulega þetta er betra fyrir félagi að vita bara sem allra fyrst hver að fara að þjálfa félagi næsta ári aftur þá var ég komin í þá stöðu að ég bara gæti ekki sagt nei sko nei það hefði aftur þá hefði ég bara sagt ok, frábært, þetta er vel gert nú er ég hættur það hefði getið svona mic drop moment sko, fara svo bara aftur í tóði svona að gera þetta strókar fara svo aftur að gagnrýna það er kannski verið bara best að gera það en þá hefði alltaf komið hvað ef og já, það er rétt það er bara, þú veist, þannig að það var bara og þetta auðveld ákvörðun hefði verið að segja bara
takk fyrir mig og halda áfram bara mitt líf og eins og ég segi, vera bara sjónspunn og vera bara heima á Akureyri sko. En ég á mjög góða konu við erum búin að vera saman núna í lengur en ég var 17 ára gamall þegar við byrjum saman og hún þekki mig orðið ansi vel þannig hún endan þá sagði hann bara að þú bara gerir þetta og leið og það var sagt, það var það mikið léttir og tilkynnt ég skaman það og svo var bara áfram gakk. Er það svona, því að ég er nú ekki búin að gifta jafn lengi og þú, að þú veist, þegar það er spurt að einhverju svona, þá segir bara, maður fór hringi í konuna mína. Já, það er líka. En svo er það náttúrulega þannig að við erum eins og segja búin að vera saman lengi og ég náttúrulega er bara Skaga og 2 elstu sinni mínu búa henni í Reykjavík og já, eitt barnaband henni í Reykjavík. Yngsti sonur minn, hann Svenni, hann býr heima og konu mín Sveindís, þau búa það heima. Þannig að það getur líka vel verið, hún hefur bara verið fegin að losna. Já, svo getur það verið það. En fari ekki samtölinn sko að því aftur þetta er auðvitað ákveðið chaos þegar þú mætir hérna liðir í rock bottom og þeir eru alltaf bara að reyna að bjarga liðinu. Svo kannski gefst eins og segir eftir lokaófið, kannski eitt sem við áðunni fer yfir samningin, var ekki þeir fagni eftir káleikin ekki? Er ekki að muna það rétt eða? Eftir 5-0 tap eða eitthvað? Já, það var mjög skrítið moment sko. Við töpum leiknum og töpum mjög illa og þessi fótbolti sem við spilum hann undir lok tímabils í fyrra er rauninni þannig ef maður klikkar þá ertu svolítið opinn fyrir svona leikjum eins og við lendum í þannig móti Káa þú getur fengið mjög slæm mörk á þig og það getur verið ansi erfitt að stoppa þig. Þessi fótbolti hann krefst þess að þú ert gjörsamlega all in og það má mjög lítið klikka þegar þú spilar svona og það klikkaði nánast allt annað hjá okkur. Þetta var búið að vera mikið álag á liðinu og mikið keisla á okkur og eftir IBF-leikin þá voru svona nánasbúnir sem setni IBF-leikin nánasbúnir að tryggja okkur uppi og það vantaði bara svona auka krafti í okkur þar og Kámum voru mjög flottir í þeim leik og mjög slæmt tap og erum að labba inn í klefa og erum bara nýkonni inn í klefa og hafa koma stjórnarmann hlaupandan inn og alveg, þú veist, hoppandi og skoppandi ég veist ekki hvað gekk á eða á það og kom þetta mark hérna í Mósusbennum og það var mjög skrítið moment. Klefin var alveg steindauður og það tók alveg svolítið tíma fyrir menn átt að sjá stöðinni. Við vorum að láta raskjall okkur en við vorum að ná okkar markmiðum. Verkinu var lokið. Já. Já, það hefur verið gaman en skrítið á saman tíma eins og segir. Já, og vera tappur Káa líka sko. Já, fyrir þetta Káa. Það var auka salt í sári. Eitt sem ég langar að spyrja, eins og ég segi, þú veist, þú ert í ákveðnu chaosi þarna þegar þú mætir inn af því að liðinu bara gengur illa og þeir vilja bjarga þá veltum við fyrir sér sko að það gefst meiri ró og meiri tími kannski til að fara einhverja vangaveltur eftir tímabilið. Hvaða samtöl fara í gang, þú veist, til dæmis eins og bara skrifum 2 ára samning, þú veist, hvað er projektið núna? Núna er þetta komið kannski projekt fyrir fram að samborið við að þú átti bara að bjarga einhverjum einum hlut þegar þú tókst við á miðju tímabili. Já, sko ég kem náttúrulega inn í bara félag sem er búið núna það eru, leið mér að segja hvað þessi 4 ár þá núna síðan að Skaginn raunverulega byrjar þessa vegferð sem eru á í dag. Það þeir leggja gríðarlega mikla áherslu á alla uppbyggingu í félaginu og mikla áherslu á uppbyggingu á yngreflokkum og bara allt í kringum unga og efnilega leikmenn. Þessi lið, það tala um þessi tísku dag að vera að keyra ungu leikmenn. Yngi upp. Þetta er eitthvað sem Skaginn byrja á fyrir 3-4 árum síðan. Og það er búið að vera unni gríðarlega gott starf hana. Við erum með mikið af ungum efnilegum strákum. Það er búið að vera að sækja stráka frá Hveragerði að austan til Hauka. Allstaðar á landinu hafa verið að fiska út unga efnilega leikmenn sem hafa fengið henni på Skaga og eru með stóran og flottan hóp af ungum strákum hana. Og þessi vegferð hefur verið í gangi hann upp á Skaga og hefur gengið vel. Og það sem að Skagamenn vildu svo bæta ofan á þetta er velgengni í deildinni, semst að aftur að fara að stabilisera sig í efri hluta deildarinnar og fara að keppa aftur hluti sem að í mínum huga Skaginn á að vera. Þannig að vegferðin núna er svo að halda áfram með
uppbyggingu og þessu að vera með unga efnilega leikmennina en bæta því við að vera með meistaraflokkin í samkeppnishæfan í efstu deild. Já, klart. Ég ætla að vera að hleypa á með næsta. Já, og liður í því að hafa meistaraflokkin samkeppnishæfan í efstu deild hlýtur að vera einhver samblanda ungra leikmanna og eldri og reyndari. Já. Og þú sækir hérna 32 ára gamlan og 34 ára gamlan leikmann í glugganum. Einhverjir spyrja sig hvort það hefur ekki fengið memóið frá Goal Unit. Sko við erum með Goal Unit. Já, sjálfsög. Og kom bara error í tölvunni þegar þú settir þetta inn? Nei, sko, þetta er samt þannig, sko, að fyrir mér er Goal Unit tæki til þess að sérstaklega fyrir framkvæmdastjóra félagsins bara til að skoða svona virði félagsins og hvernig leikmannahópurinn virði hópsins og ég þjálfa ekki eftir þessu. Nei. En þegar tímabil búið þá skoðum við þetta og það kemur ljós eftir tímabil núna að með hvernig félagi er rekið þá held ég að við verum koma alltaf til með að standa vel hvað varðar svona forrit eins og Goal Unit. Það er bara óhjákvæmilegt út að við erum með það mikið að ungum efnilegum strákum. Jafnvel þá við tökum við inn eldri leikmenn í blandu þá komum við alltaf til með að koma vel út í svona mælitækjum eins og þetta Goal Unit er. Við þjálfum ekki eftir þessu Goal Uniti, þetta er bara mælitæki sem þú gerir bara svo það sem þú vilt, sko. Þetta er bara eins og við förum á einu annað, þú eru bara að nota þetta eins og þú notar til dæmis alla þessa tölfræði sem er til í dag. Já. Það er sko það er seging sem segir að tölfræðin lígur ekki en það er bara hauga lígi. Tölfræðin getur, þú veist, ef þú notar ekki tölfræðin rétt þá getur hún blekkt þig bara þvílíkt. Þú verður í rauninni að nota tölfræðina bara sem hjálpatæki. Ertu með dæmið handa okkur? Já, ég skal gefa þér dæmi. Þú getur XG, þú taka XG Já, mjög gott. Þú getur fengið, sko, einni sók getur fengið XG upp á 2, eitthvað. Úr einni sók? Einni sók. Þú getur raunnið, þú fær, segjum bara að þú fær, það kemur dauðafæri, það er varið. Bolti fyrir næsta manns, hann fær aftur dauðafæri, það er varið, hann frekkur til annar manns, hann skorar. En þú getur aldrei skorinn með 1 mark í hverju sók, sko. Þetta meikar ekkert sens. Við skulum segja að það er kantmaður. Það er kantmaður, þú horfur á leikinn og horfur á leikinn og finnst kantmaður standa sér vel, hann er upp og niður kantinn, hann er að gefa flotta krossa fyrir. Það er enginn að mæta inn í á krossana. Svo fyrir að skoða tölfræðina og þá var hann ekki einn heppnaðan kross allar leikinn. Það er ekki góð leikur, það er ekki einn heppnaðan kross allar leikinn. Samt var þessi leikmaður kannski að spila mjög góðan leik, en það var bara eitthvað annað sem var ekki rétt. Menn voru ekki að mæta inn í svæðin, menn voru ekki að skila sig á krossanans. Þannig að við getum ekki endal svona dæmi, þannig að þú verður bara að nota tölfræðina sem hjálpatæki. Sem stuðning. Eitt sem ég langar að spyrja það, þegar við erum að tala um framhaldið og framtíðina, sko, ef þú setur núna á þau aftur gleru sérfræðingsins, hvernig getið þið lært af síðast tímabili? Því ég þykist vita ef við spólum bara ár, ef við fengið Jón Þór í stólinn fyrir árið síðan, þá var bara að byggja þessu og nálægt Evrópusæti. Hvað heldur að við klikka? Ég horfði á einhverja stúku hjá sem talar að svo verðinu með leikmannamarkanum og annað. Hvað heldur að við klikka? Hvernig ætlaði að læra af þessu í ár? Já, og mikið tala að Skaginn hefur þurft að styrkja sig fyrir síðast tímabili. Ég held að það er alveg rétt, þeir þurft að stuða hópina aðeins að fá menn upp á tærnar. Ég held að það sem við lærum núna og notum síðasta tímabil núna í það, nú erum við að styrkja okkur. Nú ætlum við að stefna hátt. En við gerum okkur samt alveg grein fyrir hversu stutt er á milli. Skaginn stemdi hátt fyrir síðast tímabil. Það voru, við getum pikkað í vissa hluti sem að kannski hefði mátt fara betur í undirbúningstímabili síðast, en það er bara svo rosalega stutt á milli í þessu. Það er þessi litli hlutir hér og þar sem gera bara gæfu munn í þessu. Game of margins. Já, akkurat. Og ef að menn er ekki á tánum, ef menn passa sig ekki, þá getur við alveg eins og í fallbortu, alveg eins og í barðum í Efrilutunum. Þannig að þetta er rosalega stutt á milli og með að vera
tilbúinir í alveg hörkuslag. Þetta líka svo stutt mót og þú kannski leirir mig þá bara, en þú veist, það örugglega bara þannig eins og með Skagan, þú ert með eitthvað draumóraðum og þú ætlar að fara í Evrópu eða eitthvað annað, svo kannski bara byrja móti illa og þá fyrir allt í að vera bara, ég bara að fara að falla úr deildinni. Er það ekki þannig? Jú, það akkurat þannig og þú bara þegar móti flautar á þá verður bara að hit the ground running, sko. Það ekkert annað í boði. Klart. Mér langaði að spyrja þig frekar út í þessar kanonur sem þú sækir, Gísla Eyjólfs og Gumma Tóta. Annars vegar, sko, hvað þurftur að gera til þess að samfara á? Þurftur að veifa seðlunum fram að niða á eða seldur þeim einhverja sín og svo hins vegar, hvað koma þessi menn með inn í klefan og inn á völlin? Sko, ég kem ekkert nála seðlunum. Og veit ekki hvað þú borgað og vill ekki vita og kemur ekki við, sko. Okay. Við setjumst niður með þeim báðum, eigum fund með þeim báðum, við kynnum fyrir þeim báðum og þeim leikmönnum sem við erum að fá tillega, við erum líka að fá Rafael, unga strákur á Fjölni, allir sem eru kontrar, við kynnum félagi fyrir þeim, við kynnum okkar vision fyrir þeim, við förum yfir það sem að hlutverk sem við sjáum þá í félaginu. Við reynum að leggja mikla áherslu á að leikmenni komi upp á Skaga, en við getum tekið á sýnt þeim þar sem við höfum upp á að bjóða og það mikið búið að tala um það að hversu vitleysi blikkar hafa verið að hafa ekki reynt við hann Gísla. Jú. Ég veist alveg sem að komið ekki að reynt við hann, við höfum alltaf fengið hann. Já, það var ótrúlegt takk en neittak þar. En þá spyrir ég bara, hvernig sérðu þess að leikma fyrir þér? Hvað hlutverkið þeirra? Sko hlutverkið og við vildum fá leikmenn inn í liðið sem myndu styðja við þessa ungu stráka sem við erum með hana, ungu efnilegu stráka sem við erum með hana. Við höfum alltaf verið með eldri leikmennana eins og til dæmis Rúnar Már. Hann hefur verið með gríðalega stórt hlutverk hjá okkur og var með það í fyrra. Það var mikið nota orð hérna fyrir nokkrum árum síðan sem að tala um gæðastjóri. Já. Þetta eru gæðastjórnir, sko. Þetta eru þeir sem halda uppi bara standardum innan félagsins. Þetta eru leikmenn sem eru búin að vera í atvinnumennskunni, sem að vita það hvernig það á að gera. Þetta eru leikmenn sem passa upp á það að það sé hár standard á æfingunum. Ef þú getur ekkert komið sem ungu leikmaður inn í meistaraflokk Skagans og verið bara slakkur, sko. Þú verður að vera á tánum, þú verður að vera tilbúin á æfingarnar. Hver æfing þannig að þú ert að undirbúa undir æfinguna. Já. Þetta bara, þú veist, bara daginn fyrir æfingu, þá verður þú bara undirbúið undir, þú verður bara að mæta klár á æfingu. Og þannig leggjum við þetta upp, við æfum eins og við spilum. Og þetta hlutverk þessar leikmanna, Gumma, Gísla, Rúnars og eldri leikmanna, Jóns Valer, eldri leikmanna, Viktor frammi, þeir eru að halda upp utan þetta og passa að sé þessi standard hjá okkur sem við viljum hafa. Og svo náttúrulega fyrir utan það að þetta eru náttúrulega miklu gæða leikmenn sem eru með mikla hæfileika. Gísli er einn besti pressumaður landsins og hann mikið keppniskap. Gummi er náttúrulega með gríðalega hæfileika, mjög góður á bolta og það sem að mér fannst frábært að heyra bara strax fljótlega á fundinu með hann og Gumma var metnaður sem hann er með ennþá. Þeir eru ekki komin til að deyja þetta? Nei, alls ekki og það eru líka, við viljum það ekki, sko. Þú veist, það sem við viljum og það sem að atvinnumenn hafa flaskað svolítið á og ég var atvinnumenn sjálfur og kom heim er það að vera atvinnumenn erlendis og munurinn atvinnumenn erlendis sem við tökum íslenskan atvinnumenn erlendis og leikmenn sem bara spila í besteldinni. Það er rosalega lítill munur, en atvinnumenn er kannski bara aðeins fljótari, aðeins teknískari, aðeins einbeltari, það er bara aðeins munur, það er ekki risa munur. Og leið og þessi atvinnumenn kemur heim til Íslands og fer eitthvað að slaka á, þá verður þetta bara erfitt, sko. Þannig með þú kemur ekki þenni heim til að slaka og þú verður bara að gera grein fyrir því að þú verður að leggja á því, þú verður tilbúin til þess að koma þér í þrusustand og þá koma hæfileikar þessar manni ljós og bæði Gísli og Gummi eru meðvitaðir þetta. Ég bara, ef að Skagamenn er að hlusta á það, ég peppaðist bara allar upp þegar maður að tala um á, en ég bara alltaf fara að halda með Skaganum, sko. Hvað sér það á vellinum? Ef maður segja hvað? Já, Gísli er
náttúrulega í þess að við tölum áttu stöðu, hann svona framalega á miðjunni hjá okkur og Gummi verður fyrir aftan hann í 6-unni á miðjunni. Ekki bakvörður? Gummi mjög góð bakvörður og ég er mjög hugsað ef hann myndi ekki einhver tíman lendi því að hann þyrfti kannski að leysa bakvörð hálfan leik fyrir og eitthvað því en við viljum hafa hann á miðjunni og hann er bara það miklu hæfileika og hann nýtist okkur miklu betur á miðjunni og hann er þar miðsvæðis á vellinum vel og er þá í betri standi til þess að hafa meiri áhrif á leikin. Já, þetta verður mjög spennandi lið næsta sumar. Já, og þetta er bara mjög Haukur gott Andri hann líka. Það er gott. En að þú minnst að mögulega, að þú peppast allir upp og færi mögulega að halda bara með í hana. Já. Þú ert auðvitað Bliki og ég er auðvitað Káringur. Já. Þannig að mér langar að spyrja þig, Lárus, hvað ertu markmið fyrir næsta tímabil? Ertu meira að horfa í Blikana eða Káar? Sem keppinu auðvitað. Hvert eru markið sér í deildinni? Hvar verða Káringarnir? Já, svo er það. Ef við ekki að setja okkur svona fyrir neðan miðja deild? Forseta byggarinn? Sko, nú kemur bara aftur það sem ég sagði á það. Við stefnum hátt og mér finnst að Skaginn, sko, heim í stofu heimi á mér, þar er risastór mynd á hann pappa minnum takandi á móti byggarmeistaratitil fyrir Skagann. Þetta er mynd sem að mamma gaf mér í jólagjöf fyrir nokkrum mánuðum síðan. Þetta er, hún hangir upp í stofu heima og fyrir mér og ég ólst upp á Skaga á þessum árum 82, 3, 4 þar sem að það er eina liði sem nótt ég nunni 2x2 ári röð byggarmeistar 3 ári röð þannig að fyrir mér á Skaginn alltaf að stefna hátt. Það er bara annað, finnst mér bara eitthvað rangt og ég held að það kannski komið svolítið fram í þessum þáttum sem ég var að minna í sjónvarpinu. Ég hafði alltaf svona mikla væntingar til Akraness og mér finnst alltaf eitthvað skrítið að Skaginn er ekki í efri hluta deildarinnar. Þannig við stefnum hátt. En við erum líka eins og sagðum, gerum okkur fyllilega grein fyrir taskinu sem er fyrir hönd og það er því bara algjör hroki og bara með tímbili sem við erum að koma úr ef við höldum það að þetta verði eitthvað auðvelt og við getum bara sagt að við ætlum að stefna þetta. Við ætlum bara að byrja á því að taka þetta í skrefum og byrja bara á því að koma okkur í góða stöðu í deildinni og taka svo frá því ætlum við svo stefna bara upp. Já, mjög gott. Mjög gott. Þá er ég mjög spenntur fyrir einu þetta. Grasvöllurinn ykkar, við erum náttúrulega að segja það og séum talandi um Blikana, Víkingana, Káiningana núna. Það er eiginlega öll lið komin að gervigras og það eru svona grasliði sem eru að flækja uppstillinguna og annað fyrir mótanendinni og Birkir að gera kraftaverk. Er grasvöllurinn ykkar styrkleiki eða veikleiki? Styrkleiki? Já. Já, þú ert ekki saman með jú, kannski er hann styrkleiki, ég bara að spyrja. Sko, ég mér finnst við vera svolítið að gefast upp. Ok. Mér finnst þetta svolítið að vera hendin hanglaðinni þannig út allt, sko. Við erum bara að gefast upp og bara, við búum bara hérna og verðum bara að vera að gera ykkur. Þetta er svona easy way out. Það sem mér finnst að liðin eigi að gera og við erum að vera svolítið stórir hvað þetta varðar. Aðalvelli í félaginu er að vera grassvellir. Og þá þýðir ekki að vera að tala um ykkur grassvellir sem eru kannski 30-40 ára gamlir og ekki upphittar. Þetta er bara flotti grassvellir. Liðin eiga samt, þegar ég var allst upp, það var tvennt, það var grassvöllur og svo var malavöllur. Og við byrjum alltaf að spila á þessu malavöllum og það grassvöllum voru ekki tilbúnir. Liðin eins og upp á Skaga, maður vilja sjá að Skaginn væri með úti gervigrasvöll með stúku, bara svona lítilli bráðbæri stúku sem myndi uppfylla alla reglu sem að KSÍ fer fram á. Og þar er hægt að byrja mótið og fara svo á góðan grassvöll þegar hann er tilbúið. Þannig finnst mér að setja upp eigið hjá félagunum með að vera. Þannig að þið langar ekki í gervigras? Sko, ég hef alveg nóg með mitt hann upp á Skaga, sko, skilur og ef að stjórn í að kemur og segir það er að fara gervigrasin út allt, þá segir bara frábært áfram gagg. Ef ég myndi hægt að þjálfa, hægt að sjá vallamálinn hann og ákveðin dyrði, þá myndi ég hafa grassvöll áfram. Já, ok, ákveðvert. Ákveðin uppgjöf í þessu. Já, ok, geta við tekið undir að einhverju leyti. Það er eitt kannski sem við rættum heldur bara fyrir þátt. Talandum að ég var seðlum í að er í góðum málum. Það eru leikmannasölur og það hefur verið velhaldið á spilunum, en það ekki?
Jú, mér skilst það hefur verið vel haldið á spilum hana og bara ég veit að klúbburinn hefur verið mjög vel rekinn undanfarin ár og er það ennþá og þráttu fyrir að við höfum verið að fá leikmennin sem hefur verið svolítið umtalum og sérstaklega peningalega sé að við sem að borga gríðilega há laun og annað slíkt þá veit ég það til dæmis að hefðu þessi leikmenn verið klárir fyrir árið síðan þá hefur Skaginn tekið á þá líka ég veit að líka að félagi ekki þannig að það er við erum ekki að það er ekki verið að ganga á sjóði félagsins sem félagi á það er mennir mjög ábyrgir í rekstrinum hana kannski eitt, sorry, ef ég spyrja sko, þú talar að þú skiptið ekkert af seðlunum kemur ekkert við hvað þessi mennir með í laun en segir þú við stjórn hvaða leikmenn þú vilt eða hvernig samtalið þar? Já, sko, á endanum þá þetta virkar rauninni þannig að það kemur ekki leikmaður til í eða fer frá í nema ég samþykja að samanskapi líka þá fæ ég engan leikmann eða get ekki losað með vinni leikmann nema leikmannur á því samþykja þannig að þetta er bara, það er bara vító á báða vegu og svo er þetta bara samkomulag og já, ég var með óskar leikmann fyrir tímabilið og það var farið það að reyna að fá þá það hefur gengið einhver liti. Óskarlistin er ekki búinn? Nei, við ætlum að reyna að bæta okkur meira, já. Já, hvaða leikmenn það? Já, það kemur ljós, sko. Verður völlurinn klárið fyrsta leik? Nei, ég hugsa að grassvöllurinn okkar verður ekki klárið fyrsta leik, nei, ég held að það sé mikið bersinni, þó að það sé mjög gott veður akkurat núna. En viltu þá ekki bara spila í höllin ykkar? Nei, ég vil fá gerfugrass fyrir utan höllina. Já. En það er talandu styrkleika, það hlýtur að styrkleika að fá að spila í þessari höll? Nei, ég veit ekki. Nei. Þú veist, höllin er frábær, þetta er æfingarhöll sko já. Og ég sé svo sem ekki að því að við þurfum að spila hana einn leik á vori og einn leik á hausti, ég myndi vilja sleppa því, en ef þess þarf þá bara gerum við það bara. Sko ef ég fæ núna að misnota aðstöðunum mín og spyrja bara stróka út og setja þjálfari í að meina ef við horfum bara á bestöldina 2006, maður var ansi spenntur fyrir þessu, heldur til dæmis að Víkingar séu að fara að taka bara Rosenborg tímabil á þetta, talandum Buddur og þarna, hvað eru með góða leikmannahóp og annað, á okkur leið breykið? Víkingar eru gríðarlega öflugir, þeir eru með massíf lið og alveg risastóran hóp og Víkingar eru ekki bara öflugir innanvallar, þeir eru líka mjög öflugir utanvallar, varandi öll þessi leikmannamarkar sem er hérna hér á landi, þeir eru bara þú veist, það er mjög erfitt að keppa við á í öllu og Kári Pungur, það er mjög erfitt að eiga hann er alveg eins og kongur í ríkisinu og þannig að þeir eru rosalega stórir þeir eru rosalega stórir og það verður gaman að keppa við á næstu sumar. Já, viltu eitthvað gefa út hvaða lið þú heillaðist að þegar þú spilaði á mótið þeim í sumar? Hvað lið ég heillaðist að? Já. Eða heillaðist ekki að? Nei, það var ekkert eitthvað lið sem ég heillaðist sérstaklega. Við spilum við Víking á svolítið skrýtnum tíma, spilum við það eftir að koma utan svolítið stærðir. Það var ekkert sérstaklega tími að mæta þeim þá, held ég. Þeir voru mjög solid, þetta var líka tími sem var einn slagasti tímin okkar. Þannig við áttum aldrei breyk í þá í þeim leik, en það var líka ósanngjarn leikur fannst mér að tilhættum til það hittir okkur mjög langt niður og þá svona í pínur í vennsmót hana. Það er mörg mjög góð liðir þessari deild. Við vorum núna bara að spila æfingaleik við Stjörnun núna síðust helgi. Þeir eru mjög flottir, mjög erfitt að reikna út, mjög ofta tíðum áhugaverð hluti sem þeir eru að gera með flottan leikmannahóp. Leikarnir eru náttúrulega mjög sterkir og gaman að sjá hvað nýr þjálfari gera þar. Káringarnir. Já, wildcard. Já, þeir eftir að vera sterkir, sko. Það verður ekki annars svona tímabili á Káar, það er ekki séns, sko. Nei. Sko, ef ég þá bara fæ að spyrja það bara almennt, hvernig metru stöðuna bara á bestöldin? Heldur við segjum að fjarlægastu eins og Petri deildi til dæmis bara á Norðurlöndunum og í Evrópu almennt, heldur við segjum að góðri eða rángri leið? Ég held við séum að réttri leið, ég held að mér finnst deildin verið sterk
mér finnst þetta, þú veist, þetta sé búið að gagnrýna þá finnst mér þetta líka rétt hugsun hjá liðunum, það bara spurning hvernig ferði í það að ætla sér að vera með yngri leikmenn, því að þetta er náttúrulega líka bara business ákvörðun, sko, að vera með yngri leikmenn en það er spurning hvernig þú gerir það, það er erfitt að gera það bara yfir nótt, þú verður að hafa þessi yngri leikmenn til þess að setja inn í liði, þannig að það er rétt hugsun að vera með rétt að blöndu í þessu að vera þá með yngri leikmenn með eldri leikmennum þannig að það er mjög gott að menn séu farin að spá við það líka mér finnst deildin bara sterk og áhugaverð og sem Akureyringur þá er ég líka spenntur fyrir að hafa tvöliða norðan það er rosalegt það verður gaman að sjá þegar þau mætast til að slúta þess að ánum förum við seinni hálfleikinn ræddum þetta við Óla Jó þegar hann kom til einhvern daginn í frábæna þætti erum við að borga of há laun í íslenska boltanum og ekki gefa ungu leikmennum nægilega mörg tækifæri og sjáum það til dæmis að menn er að hafa það bara gott hérna á Íslandi samanborið við kannski miklu betri lið erlendis Sko ég kom inn á þetta bara núna með ungu leikmenn við höfum ekki verið að gefa ungum nóg tækifæri ég held að það sé að breytast sem er mjög gott ég elska unga leikmenn, ég veist alveg frábært að unga leikmenn í mínu liðum, þeir ræðast ekkert þeir ekki komið gríðan kraftin inn, þeir eru að vísu óstabilir, þú veist ekki alltaf hvað þetta fá frá þeim, en það er alveg nauðsynlegt að hafa unga, ferska, graða leikmenn í liðum hjá þeir. Eru að borga mikið? Nei, við bara, þú veist, það er bara alltaf að borga það sem á að borga. Svo fer þetta upp og niður og akkur núna þá eru kannski að sigla upp á við og margir fleiri leikmenn að fá bara góð laun sem er bara gott. Já. Menn koma leikmenn heim sem er flotta ferla og eru búin að gera gott í fótbolta og eiga bara skilja að fá borga vel. En það er kannski önnur skilabóð til ungra leikmanna sem eru í atvinnumennsku eða eitthvað. Þeir eiga mögulega að reyna að halda úti aðeins lengur. Já, þessi strákar þeir getur að koma heima. Það er bara, þú veist, ég menna, ég náttúrulega fór erlendis og þetta er ekki auðvelt. Þeir leikmenn sem ætla að taka það skrifa að fara erlendis, þá verður þetta verður ekki eins og bara að hanga heima með strákonum í klubnum þínum og allt voðalega gaman, sko. Þetta er bara mjög harður heimur og þú verður tilbúin til þess að leggja gríðal á þig ef þú ætlar að meika hann úti. Og allt og margir þessu strákum koma og snemma aftur heim. Já, þá koma að setja á lögnum það sem verður með alvöru Barclays-leikmann í setti, sko. Heldur betur. Þetta er tvískipt hjá okkur í dag. Mér langar að spyrja þess að, sko, einan lokum hérna hvað Ísland var að, sko, myndirðu segja að fólk af landsbyggðinni búi yfir einhverjum karakter og ef svo myndirðu segja að fólki á Skaganum, Akranesi, byggi yfir þessum karakter og væri þarlandi af landsbyggðinni? Eða er þetta basically Reykjavík fyrir ykkur norðamenn? Sko, ég er náttúrulega líka skagamaður, sko. Já, rétt, já. Nei, sjálfsögðu að kannast ekki. Við erum, sko, landsbyggðarmenn á Skaga, alveg 100% og það er mikil karakter í Skagamunum eins og þið náttúrulega vitið, held ég, sko. Jú. Og það er það sem við reynum líka að kera á að menn þeir sem spila fyrir Akranes það þeir gerir sig grein fyrir því hvað fólkið heima upp á Skaga vill. Það er líka talað í Skaganum, við fengið marga Skagamenn í setti hérna. Það er ákveðin geðveiki hérna. Það er bara, þú veist, ef að Lárus tapar einhverju leikarni á Skaganum, þá fer ekki til bakari í morgunin eftir. Hann er bara að fá pist. Það er þannig, ekki? Jú, það er bara þannig. Og virkar í báðar áttir. Það er bara, þú veist, þegar vel gengur, þá er bara, þú kemst ekki í gegnum einarsbúð, sko, það er allir og svo ef illa gengur, þá ferðu bara ekki til einarsbúð. Nei. Það er bara heim með teppi. Það er bara voltarinn. Það er heimaform sem er með okkur. Leiðu tækið og æðu meira. Erum við útlega á alls konar æfingatækjum. Já, það er ekki vesen og gesti dagsins. Nei, það er hlaupabretti og það er veltibekkur og þrekþjálfi og ég veit ekki hvað og hvað. Nei, ég sé að kemur nú ekkert á óvart ef að Lárus væri með 1-2 tækja á leigu heima með holningun á honum. En það er rosalega bindingan, eða ekki? Nei, það er fyrir málið, sko. Ég þarf að kaupa mér hlaupabretti einu sinni í mánuði, ekki 10 ár. Þetta er bara 1 mánuð, sjáum hvernig þú fílar þetta. Já, hvernig lítur út til líka. Betur, ég er ekki neinum af það, en svo erum Orku náttúrunnar. Já. Hleðslulausnin fyrir fyrirtæki, það er ON. Og ég sá nú bara fyrir tilvílun, sko, að amma
Já, Amma er með hlæðslu í hlaðinu hjá sér sem þjónustu á ON. Talað ömmu, þú ert að vera 28 ára minnati. Rétt. Já, þú ert ekki að yngjast. Nei, bara eldast ef eitthvað Takk fyrir það, Birkir. En ég hugsa að það er bara svo gaman að sjá að því að ON-appið er líka það sem notendaventa meira þess að amma. Hún var ekki neinum vandræðum. Nei, amma er léksæðis. Þannig að Orkan náttúrulega hún kann þá að lokum Dynot. Og ég veit að fyrir víst úr því þú nefnir afmæli mitt. Já, á morgun. En Sólveig búin að kúka eitthvað á Dynot. Geðvikt. Og ég er mjög spennt fyrir að sjá hvaða veitingastað. Það segir mér ekki neitt að sjá Dynot þegar allir veitingastaði landsins eru þar. Það er rétt. Þannig að maður bara býður spenntur að sjá hvaða Dynot kannski eitthvað á Skaganum. Það verður fyrir valið aldrei að vita. Vonandi ekki á Akureyri, það verður svona full lítill fyrirverð. En við skulum færa okkur einmitt akkúrat þangað. Við erum konið þorpið. Já, það er þorpið. Það er grassrótin, það er uppafið. Lárus, þú spilaði með Þór frá 1990 til 1994, 17 ára hafsend í bestu deildinni, sem að þá reyndar hétt ekki bestu deildin. Nei. En hversu góð skóli var það að vera mættur 17 ára gamall í deild þeirra bestu? Þetta var náttúrulega, maður var svo rugglaður á þessum árum, sko. Þetta var, mann fannst þetta bara sjálfsagt, sko. Þetta maður átti bara heima þarna og ég náttúrulega við fjölskyldan flytjum aftur norður þarna jólin og ég bara ekki ráð fyrir ég var að fara beint í liðið á Þór, sko. Það var bara 17 ára? Já, það átti ekki að vera vandamál en ég fekk ekki að æfa eins og með mig, ég var bara í öðru flokki og Luka Kostits var að þjálfa þá og svo mann ég að það gekk eitthvað illa til að byrja með þau sett á leik þarna ungir aðliða móti bjöliði og það vantaði einhver leikmenn þannig ég var kallaður upp úr öðru flokki og ég eyddi þarna einhvern góðum 60 mínútum að sparka í þessa meistarlóðsleikmenn og komst í hóp. Já. Og þessi leikur, fyrsti leikur minn var á móti KR. Hann var 7. júní. Ég fekk bílprófið þennan dag. Átt að fá bílprófið, þetta var mánudag, ég fekk skirtinu morguninn og morgunin það fekk Sigurður Kristjánsson Móli, hann fekk blóðeitrun. Þannig ég var komin í byrjunarlið. Þannig ég fór úr því að vera ekki í hóp og ekki að mestarlóki í byrjunarlið bara hann á okkur örfáðum. Þannig að pappi sagði mig, þú keyrir ekkert í dag. Þú einbeitir bara leiknum. Og við löpuðum svo saman ég og pappi frá við áttum að hafa heimann á Eyrinni hana. Ég man bara eins og þetta gerst það í gær. Við löpuðum saman inn á Akureyrarvöll og ég spilaði þarna leik með pappa. Pappi spilaði í liðinu líka. Og ég var ekki hafsend, ég var vinstri kantmaður í þessu leik. Já, ég var fyrsti leikurinn minn, ég var vinstri kantinum og eftir en leik held ég að spila bara nánast alla leiki. Ef ekki alla í deildinni fyrir utan kannski eitthvað eitt leikmann sem ég sjálfsagt ná mér í. Já, og við munum fara við það eftir að þessi maður var ekki, hann meiddist einu sinni held ég á ferlinum, sko, hann spilaði bara alla leiki. Já. Sem er fínn kostur, sko. Já, best availability is... Availability is the best ability. Já, takk fyrir þetta. Já. Sko, það var þetta kannski aðeins öðru á þessum tíma, en hefur getað farið út fyrr og var 21 árs gamall, var það fullkomin aldur? Eða? Já, þetta var allt öðru á þessum tíma, sko. Sko, þegar ég fer út, þá hafa sannlega verið 10 til 12 íslenski leikmenn að spila erlendis, bara með öllu. Þetta var ekki eins og þetta er í dag og þetta var allt öðru sér líka út af því að þannig þegar ég fyrir út þá eru regluna bara nýbreyttar. Ég er einn af fyrstu leikmannum sem fer út án þess að þurfa að hafa verið fastamæður í landsliðinu. Þú fjast ekki atvinnulífinu í staðar nema að hefði verið fastamæður í íslenska landsliðinu til þess að atvinnulífi í Englandi eða hvað sem það var. Þannig að frá þessum tíma þegar ég fer út þarna 94 þá bara dyrnar að opna svona meira fyrir leikmennir frá Íslandi til þess að fara út. Þannig að já, þetta var mjög fínn tími fyrir mig að fara út. Þetta var svona sérstætt hvernig þetta bara að en já, bara mjög góð tími að fara út. Hvernig bara þetta? Toddy. Já, þetta var, sko, Þorvaldur Ölluson, við erum náskyldir. Mæður okkar eru systur og öll ætt hennar mömmu er mikil K-ætt og
þetta sumar, fyrir þetta sumar 94, þá var blásið mikla herrlúðra hann í þorpinu, þá voru fengnir öflugu leikmenn, meðal hans Ormar Örlygsson fengið frá Káa, frendi minn og toppmaður og hörkuleikmaður, en það gekk ekki til okkur. Gekk ekki neitt, pabbi var að þjálfa og svona þegar fór að líða á tímabil undir lokin, þá mann ég að pabbi fór til stjórnarinnar og bauðum það að stíga til þér. Þegar vildi það ekki, og 2 leikjum setna þá rákaði hann. Já. Og það fauk í mig og ég hætti. Já, prinsip. Þannig að það var náttúrulega allt vitlaust út af því og gekk mikið á, en það vildi þannig... Var það bara miður tímabilið? Nei, þetta var ekki miður tímabilið. Þetta hefði verið einhverjir 3-4 leikir. Já, og þú bara hættir? Ja, þetta var bara ekki sens að mæta á einhverju, sko. Það bara, þú veist, það komur svona fram og það sem að... Ég meina, fótboltinn er business og hluti gerast og þetta reiðast menn og annars líkt, en það sem mér fannst bara ósækjandi þetta var það að það var búið, gamlega búin að stígin og segja við á, ég skal stíga til þér. En þetta var bara mikla tilfinningar í þessu. Já. Ég var ungur maður og tók þess ákvörðun og ég sé ekki eftir einn dag svo sem ég hætti en var í 21 landsliðinu á þessum tíma, en ég þurfti einhvern veginn að halda mér í formi og gera eitthvað. Þannig að pabbi hafði samband við Þorvald sem var þá að spila úti á Stók, hvort ég fengi að æfa með þeim bara fram að 21 árs landsleiknum. Og ég fekk það og fór hann út og æfði hana með þeim og hjá Lúma Karri og þeim hann hjá Stók. Og hún leys bara helgi töl á mig og nokkra mánuði setna þá var ég búin að skrifa undir á Stók. Það er rosalegt, sko. Og leið þér þarna eins og þið leið þegar þú mættir 17 ára norður, bara hérna þú segir bara, bara ég er að fara að spila alla leiki hérna, ég er hljóta að starta kallinu. Já, ég man ekki eftir öðru heldur en að þetta bara, þú veist, ég ætla bara að koma mér hann inn, sko. Og ég spilaði, ég kom hérna bara náttúrulega beint á flugulinn og spilaði varaliðsleik, ég man ekki fyrra nafni á drengnum, en eftirnafni ég átt að muna að ég var Bailey, alltaf ég var sem spilað undir öðru nafni þá. Já. Og þá hefur þeir þurft ekki að frýtinn ef ég átt að spila með hann, þeir tímdu því ekki. Og hann ég spilaði undir öðru nafni hennar leik og Stómberg heldur vel í þessum fyrsta leik og bara strax eftir það þá var ég bara með aðaliðinu allan tíman og ferðast með þeim í leiki og allt saman og ég var þannig örugglega einhverja 2-3 vikur. Fór svo spilaði þessa 21 landsleiki og svo kallaði mig aftur og þeir komast að samkomulega Þór og svo kallaði mig aftur út og ég einhverjar aðra 3 vikur út hjá að æfa þá til ég fór bara til og sagði, herru sko, nú verður þið bara ákveður, ég er í skóla heima, sko. Þannig að ég bara kom út að hætti skólanum og skella mér þetta eða ég vil bara fara heim í skólanum. Já. Og það sem gerðist þá var það, ég fór með liðinu niður til Portsmouth og var bara með aðaliðinu þar og bara ég var búinn að ferðast með liðinu áður og svo að við liðið tilkynnt hann að 45 minútur fyrir leik og þá er ég í byrjunliðin ég aðalið Stók á móti Portsmouth útivilli og ég fekk það hlutverk að passa hana, ég held hann heiti Gríning, það var aðal sendinu þeirra það var eina hlutur mikið í leiknum hann átti skot í slá að marktega eftir einhverjum 5 minútur eftir það pakkaði hann saman og fekk svo samning þannig að hefði hann skorað hann eftir þá ég veit ekki hvað það en svo seinna meir þá fekk ég að vita það þá var hvíslaði að mér inn á KSÍ að ég var ekki löglegur í þessu leik. Nei. Ég var ekki orðin formulega leikmaður Stók. Wow. Þannig ég spilaði Championship-deildinni. Já, breytir tímar maður. Já. Talandi breyta tíma eins og... Hældi bara mættu, pakka bara... Já. Nýbúin að fara frá Þór, geðvitt. Sko þá langar mig að spyrja þig, sko, talar 10-12 atvinnumenn á Íslandi sem að spila erlendis þarna. Þetta har samt líklega verið markmið allan tíman. Já, þetta var þannig ég er náttúrulega elst upp á Akranesi og við erum náttúrulega ég er í gríðalega öflugum árgangan upp á Skaga þar sem að Arnór Bjarkir, Doddi Guðjón, Stullu Haraldsson, fleiri endalist leikmennum hana
og þetta var svolítið þannig að hinir menn svona ráku hvern annan áfram. Við vorum alltaf með Arnór og Bjarkaðan og við vorum bara í þriðaflokki, allt í nú voru þeir farin að spila í meistaraflokki, þá var maður byttu, hvað að gerast hérna, nú ég að fara að spila í sko. Það einhvern veginn sko sett alltaf viðmiðnin hærra og hærra og svo allt í nú voru þeir konir í 21. landsliði, A-landsliði í ellendis og maður alltaf bara heyrðu þetta, þarna verði ég að nú er ég að fara að spila í sko, þannig að maður einhvern veginn þeir settu standardinn eftir þá einhvern veginn. Já. Og hefði maður náð svona langt í þessu hefði maður ekki alveg upp í þessum hóp ég held ekki. Nei, sko talaðum, við erum búin að tala um innanvallar, ef við spyrjum við aðeins utanvallar, hversu mikið sjokk er það að fara frá Þór Akureyri til Stoke City 21 árs? Það var náttúrulega miklu í öllu saman og þetta var bara þannig að ég þurfti bara bæta alveg hellinga hlutum hjá mér. Já. Og þú þarf bara að eyða meira svo þessum tímum fyrir öllum þessum árum síðan þá þurfti maður bara að eyða auka tíma út á æfingarsvæði. Spyrnunum hjá mér voru ekki nærri nógu góðar. Ég man þetta ég bara með þess að kalla hún úti að ég kunni ekki að skalla boltan. Það var bara, ég lendi í vandræðum í leikjum. Það var bara þannig að þeir bara stiltu bara sendunum á mig. Já, bara tóku. Já. Og neldu svo bara boltanum á mig og letu bara hinn hafsindin alveg fyrir því. Já. Og þá bara, þú veist, þú voru bara bætaði, þú voru bara fór út á æfingarsvæði, það er bara skallaboltan og... Hvernig æfum maður skallabolta? Það er nefnilega, það er sko bara eins einfalt og getur verið. Þú bara færð þjálfarinn að kasta, þú stendur bara í þessari fjalla sem við erum núna hérna og byrja bara skallaboltan bara þar. Já. Og svo bara lengiru og svo er bara koðin í langa bolta og lesa flugið á boltanum og tímasetningarnar og þetta bara gerir svona, það er ekki trikk við þetta. Það gengur ekki eins og maður gerði í den bara loka augunum og vonaði besta þegar komin á þetta level. Nei, það gengur ekki. Lárus er svo vann leikmaður tíðanbili sem það 94-95 á sínu fyrst tíðanbili, farið í playoffið 95-96 að komast upp í Prem. Voruð þið með lið til að fara upp eða var kannski bara fínt að voruð ekki upp? Já, við vorum með lið til að fara upp. Við fyrirleik, mútið Lester, þetta mútið Lester, fyrirleikurinn held ég 0-0, setni leikurinn töpu held ég 1-0 heima. Jú, passar. Og þarna var Graham Potter var í liðinu okkur hjá Stoke, mann, það sérstaklega, hann fekk dauðafæri í þessu leik. Í Lesterliðinu voru hann helling af flottu leikmönnum, Emil Heskey og fleiri leikmönnum. Og við vorum alls ekki lélegir en þeir sko. Ég man nú vissi ekki hvaða lið Lester vann svo í úrslitaleiknum þetta árið en við höfum alveg skilt að fara hann upp og þetta var mjög sökjandi að komast ekki alla leið þannig. Tuskaður Heskey eitthvað til? Hann var bara hann var ekki eins og þú kannski mannst þetta nú þarna. Hann var bara krakki þarna og var bara hann á kantinum minni mig. Já. Fór ekkit volið mikið fyrir honum sko. Sko, og spila svo líka aftur alla leikir tímabil 96-97 sko. Við erum að spóla þetta 30 árum eða fram í tíman sko, hugsaður svona einstaklega vel þig, ég meina að þú veist, það er ekkert grín að spila 2 í viku alltaf, ég meina þarna var ekki næringafræðin orðin jafn góð og annað þú vissi bara að ef ég missa leik þá getur ykkur annar tekið setið mitt, eða hvernig var þetta? Já, svo voru kannski styrkleika minni lágu kannski líka í þessu, ég var ekki besti fótboltamaðurinn en ég var mjög lagði mjög mikið á mig og var fínasti íþróttamaður, var fljótur að löpa til dæla sterkur og gatt pínt mig áfram þannig að þetta voru kannski svona hluta styrkleikunum mínum að ég var alltaf mættu bara á svæði og tilbúin í þetta. Já, og þá spyr með þessi sko leikmaður tímabilisins strax hvernig nær maður stuðningsmönnum á sitt band þegar maður spila fyrir Stoke City? Góða tæklingar hjálpa til og það er svona sérstaklega þessum tíma líka þá bara, þú veist, ef þú gefur allt í þetta og er bara 100% í öllum leikjum þarna úti og þessum tíma þá fólk skynjaði það bara held ég. Já, sko fyrir hlustendur sem er að hlusta þið fallið svo úr Championship-deildin 97-98 var þetta einhver lægð hjá Stoke eða var þetta bara lérið hlið eða? Já, sko, það sem gerist á þessu tíma, þetta er fyrsta árið okkar Britannia Stadium, við förum frá Victoria Ground yfir Britannia Stadium og sko
völlurinn þetta var þungt fyrir félagið að fara hann yfir. Þetta sá alveg á leikmannahómnum hjá okkur. En var þetta betri fyrir flustu? Er þetta betri eða verri völlur? Eða var þetta er náttúrulega miklu betri völlur. Sko, Victoria Ground var náttúrulega frábær völlur. Það var okkar heimavöllur og þar var bara staðið fyrir aftan markið og það var geggja að spila þar. Gamla England. Alveg 100% sko, og klefandir eftir því og bara þetta mjög flottu völlur og góða minningar. Svo förum við hann yfir á Brittaníu og ekki bara það að völlurinn var dýr fyrir félagið. Við vorum ekki með einn sterkan leikmann og hóp. Og svo er þetta líka þannig, þetta er mjög skrítið að skipta völl. Okay. Það er mjög skrítið. Það er pín eins og sért að spila alltaf útivilli. Sko. Þannig að það tekur tíma að vennast í og þetta voru erfið tímar þannig á Stók og Stók aðdándur eru mjög passionate, frábæri aðdándur, mjög passionate og það voru leikir hann, sko, það var einn leikur hann sem að ég heldur við höfum tapað 7-0 fyrir Birmingham. Ef ekki 8 og það endaði með því að liðin að hafa hlaupið inn á völlin og þeir náðu einu með 2 leikmennum sem voru bara teknir og lamdir og fóru upp í stúku og var að leita af stjórnarformannum og ætlaði bara að taka hann í gegn og þannig að það er ýmislegt sem gerist í þessu. Já, sko við höfum það er sko það maður standi sér það maður sko það er gaman að segja frá því ég er bara reyfi upp gögnin það núna sko er að við höfum fengið heldur marga stókar enn í heimsókn sko var náttúrulega Pétur Martins til hamingju Pétur með sigurinn þetta var ansi samfærandi og afgerandi Lárus Orri, Pétur Martins, Bjarni Guðjóns Brynja Björn Stebbi Þórðar OG, Arnar Gunnlaugs og fleiri sko áðurinn kemur að Íslendingapartíinu sem að þú ferð fljótt frá ég las í viðtal í dag að þú sagðir að Champions-deildin hentaði betur en League One er ekki bara kósi að vera hafsendi í League One ef maður er góð eða aðalar eða hraðanum eða Nei, ég held ég ekkert kósi við þetta sko Meintur þetta? Nei, ég var meira að tala bara að það undir eðlum kringumstæðan væri auðveldar að spila í lélegri deild sko. Já, það er bara hún er bara harðari hún er meiri hraðinni, meiri læti og hún og að þessum tíma þegar ég var hana þá var hún mjög brútal sko. Aha. Já, en sko ég veit ekki hvað við komum að allum þessu Stókur ég nefnilega fór frá Stók rétt áður en Íslendingar tókur yfir og Stók er nefnilega frábær klúbbur og hefur stundum fengið svolítið skrítið umtal meðal Íslendingar sem hafa komið hana. Ég ætlaði að spyrja hvað er að búa hana? Stók borgin sjálf hún er ekkert spes. Við skulum bara segja það alveg svo þetta. Ég bjó í litlum bæ sem heitir Stone og hérna rétt hjá Stafford, hann rétt fyrir utan og við byggum þar allan tíman. Okkur leið mjög vel þar, strákunar okkur voru í skólana og svo þegar ég fyrir að spila fyrir West Brom þá heldum við áfram að búa þar. Ég lagði á mig bara keislunum niður út og okkur líka bara vel að vera hana. Stók City sjálf félagið er bara mjög flottur klúbbur með mjög passionate áhorfendur og það hefur stundu verið þannig að við höfum fengið hérna íslenska leikmenn sem hafa komið hana, jafnvel leikmenn sem hafa bara spilað, nú segi ég bara með pínur roka á Norðurlöndunum og koma til Stók og segja að þetta hefði allt verið voðalega slæmt og lélegt og svona þetta var kannski stærsti klúbbunum sem þessi menn komið nálægt en það var erfitt að vera hana þetta er mjög krefjandi umhverfi sem verðst í hana en þetta er stór og flottu klúbbur og mér finnst ofta tíðum Stók fá svolítið útreið með Íslendinga. Já hvenær fórstu síðast á Britannia? Það er ekki langt síðan. Ég hef farið með Svenna yngsta son minn hana örgulega í 3 gang. Já. Mjög gaman að Þú mælir alveg með því? Að fara ága? Já. Ég er mjög gaman að fara að leiki í þessum deildum og ég fer líka á West Brom völlinn og þetta er öðris að fara þessa leiki heldur en í efstild. Já. Þetta er meira passjón hana. Talað um það er svo ára 99 þegar Íslendingar mæti eignarhaldið og Gunni Gísla tekur við stjórnarformaður og hann náttúrulega ræður hann er Gary Megson þjálfari og Gauði Þórðar tekur fljótt við, þá er hendar Lárus farinn. Sko, þú fer hann í lok ágústmánaðar, þú seldur þarna til West Brom á 350.000 pund. Það byrjaði að spyrja, var það góð eða slæm sala? Var þetta mikill peningur á þessum tímabóti? Nei, ég held að þetta ekki verið það mikil peningur. Það sem að fara að gerast þannig var það, ég var búin að
eins og ég sagði við gráðan, þá voru ekki mikla fjárfestingar í leikmannahópnum hjá Stoke á þessum árum þegar voru skiptu yfir á Britannia og ég vildi stefna hærra þannig ég neitaði samningarna og var búin að vera bara að renna út af samning í lok þessa keppnistímabils ég sko eiginlega beitti smá svona bólabröðum til að koma mér ég vissi það að Vestbrom með það áhuga Já. Þannig ég tók svona gammal trykkibókin sem maður á ekki að gera og ég ætla að leggja með mín að hlusta ekki á þetta ég svona ég gerði allt sem ég hef sagt að gera ég gerði það bara mjög rólega labbaði hálfpartina yfir konum og svona þangað til að þeir bara gáðust upp og seldu mig yfir til Vestbrom og það var mjög áhugavert að ég bæði vei mjög stoltur af mínu ferli og mjög ánægð með minn feril en þegar ég fór upp á skrifstofu hjá Stoke og var að kveðja allar þá var John Rudge sem var þá svona yfir leikmannamálunum hjá Stoke þá sagði hann einmitt þessi 350.000 pund það hefur verið allt og lágt hann sagði 2 árum áður þá neita 2 milljón króna pund frá Newcastle og þetta var, og ég vissi það að Kevin Keegan hann talaði við mig eftir við spilum við á Stoke-vellinum þá kom Keegan talaði með til leikinn og fekk mikil hól frá honum þannig að talaði með á hefði með já, akkurat en á þessum tíma þá var ekki umbósmann maður var ekki með umbósmann og leikmenn var ekki látni vita svona nei, það er bara næsta æfing hver þegar að kaupin á Eyrinni gengur svo fyrir sig í hvernig var hringt? Bara þig eða? Já, ég sko með West Brom þá fikk ég símtal frá Brian Little það var 17. september ég mann því út að Aron sonur minn á ammælenda og ég var í ammælisveislunni hans heima þegar Brian Little hringdi bara í númerið mitt og sagði mér að drífa mig niður til West Brom og skrifndi samning Er þið síðan bara réttur samningur og þeir eru bara satt að króta hér eða þú ert ekki væntanlega að fara í stífar samninga við þinn verðandi vinnuveitanda eða hvernig? Nei, þá var ég með PFA mjög sterkt umbúsmannskrift það er verkalýsfélag leikmannar þar getur bara fengið ráðgjafa með þér sem hjálpaði við þetta þá spyr maður sig sko, var ekki smá svekkjandi þá svona djöflast í Stoke öll þessi ára aðlit með Totta frændaðinum, svo bara Stoke orðið eins og Tenerife, þannig að hvort er þið senda? Mennar það? Já, menn bara Íslendingar út allt sko. Já, ég náttúrulega bjó hana. Já, einmitt, þetta er mjög stutt líka að fara frá West Brom í Stoke. Já, þú ert svona, með trafikkin ég út svona kringu klukktíma. Og varstu duglegur að kíkja í Íslendingana? Já, það var mjög gaman að fá mikið Íslendingum hana í kringa og gaman að fylgjast með Stoke eftir Íslendingarnir komu En voru Stoke-arnir pirraðar að varst það svona hangandi haus á æfingum og svona eða nára kveðja ágætlega? Sko þessi saga er ekki nema að bara hluti þessu sögubúið sko. því að Íslendingarnir gerðu mér smá greik gerðu mér ekkert greik en jú, til að byrja með þjálfari minn á þessum tíma hjá Stoke var Gary Megson Einmitt, Rauðherri og við erum góðir félagar í dag og hann náttúrulega var alveg brjálaður til mér og ég náttúrulega kemst hann í burtu og ég fer í burtu að hann bara með látum að þessu sem gerist ég fyrir West Brom spila þar mjög vel að fyrst tímbilinu maður tímbilsins þar Íslendingarnir taka við Stoke og reka Gary Megson nýtt tímbil hefst í West Brom gengur mjög illa Brian Little rekinn og hver heldur sér á þinn? Gauði Þórðar Nei, Gary Megson ég talaði Stoke, Þannig að Gary Megson það leið ekki ár frá því ég beitti þessu trikki þá til hann var mættur á þannig að sko ef þetta er leksía að þú ert aldrei að fara skellandi hurðum að þetta þá er hún þarna það sem gerir svo er það að ég er maður tímbilsins þannig að fyrsta leiknum mínu með West Brom með Gary Megson þá slíti krossbönd og fer þá í þessu endurhæfingu sem var þá einhverjir 6-8 mánuðir og leiði kemur tilbaka úr endurhæfingunni þá bendir hann mig bara á hvaða úlingalið er það að æfa. Það er svoleiðis, þá var hann með öll völdin. Já, þá var hann bara, þá var ég og ég eitti einhverjum örgulega 4 með 5 mánuðum bara með úlingalið.
Og þú sagðir ekki neitt? Nei, ég sagði ekki neitt, sko, og þeir reynda að lána mig og ég sagði bara alltaf nei við því. Ég sko bara passaði upp á það að ég væri í toppstandi þegar ég fengi sensin, því ég var alltaf fullviss sem ég fengi tækifærið. Og ég veit núna hvernig tækifæri kom. Hann vildi kaupa varnarmann, hann fékk það ekki frá eigundu félagsins meðan hann var með leikmann ársins í úlingarleginu frá árun áður. Þannig að tækifæri kom á endanum og það gekk vel og ég spilaði í þessu liði sem að West Brom sem að fór svo upp í úrvalsdeild og með Gary Megson sem þjálfara og við erum bara fínustu félagar og ég fór nokkur sinnum út til hans þegar hann var þjálfað hjá Bolton og Sheffield Wednesday og svona. Hann var seinna Lárus á vagnir, hann búin að átta sig á hann núna. Já. Þetta var náttúrulega mér að kenna. Já. En þetta var bara, kannski tókst þetta með þér inn í Skagatímabilið senast og það bara loka herberginu og þið reddu þetta eða hvernig? Okkar á milli? Já, eftir að byrja að spila aftur. Nei, þetta var aldrei rætt. Það var aldrei rætt? Ég bara fekk sénsinn og ég bara spilaði vel og hélt mér í liðinu og hann var ánægður og ég var ánægður og allir ánægður. Það þurfti ekki að ræða þetta. Nei, það er líka bara fínt. Við erum komin til West Bromwich Albion og það eru Abró sem eru með okkur þar. Öruggar gerfugreindarlausnir sem þú getur innleitt í fyrirtækið þitt. Já. Nýtt kraft gerfugreindarinnar og öruggan og hagkvæman hátt. Eru með aragrúa af sérfræðingum til þess að hjálpa þér. Heldur betur. Ég hef rekið með það í atvinnulífinu að það vilja allir innleiða gerfugrindina en það var kannski rekið sjá það að það veit ekki hvert að leita. Og það er alveg flókið, sko. Það myndi ég heyri í Abró. Það eru með allt uppumsi í þeim öfnum. Og svo erum við með Giggo. Og ég er að skipta uppþvottavél núna í búinu minni. Og ég þú ert ekki að vera að gera það? Jú, ég ætlaði að snuða Giggo. Ég sagði bara, nei, ég hlýt nú að geta skiptum eina uppþvottavél. Fjandinn hafið það. Nei, ég gat það ekki. Ég er búin að vera með stinksöguna alveg á 1.000.000 og skipta eitthvað rör og ég er bara búin að skemma ég ætti að setja mynd á Instagram af eldhúsinu mínu. Það er undirlagt af einhverju rugli. Ætlaði að spara mér nokkra krónur. Nei, næst fer ég á Giggo og ég er að fara á Giggo núna til þess að leysa þetta. Giggo er auðvitað fyrir fólk eins og mig, bara venlegt fólk sem að vantar einhvern til þess að gigga fyrir sig, giggara. Þannig ég hvet alla til þess að nýta sér þegar þjónustu og verð ekki að spara aurin þarna í hlutum sem að það bara gera almennilega. En þú spila með West Bromwich Albion frá 1999 til 2004. Skemmtilegt hvernig þú spilaði inn í liði. Spilaði þarna með fyrirnefndum Graham Potter. Hvernig náungi er það? Hann er algjör toppmaður. Hann er svona mjög viðkunnulegu náungi. Ég sagði hann örglega, ég held ég einhverju stúkuþættinum að hann hefði ekki verið nógu harður á sér. Það var kannski eina, hann var svona... Já, það kemur ekki hvort. en hann var góður fótboltamaður, með flotta krossa og ég var með honum bæði á Stók og hjá West Brom. Og ég náði öðrum þjálfara hana sem hann Maresca. Einmitt, það var næsta. Já. Hann var hana fyrstu mánuðina mína hjá West Brom. Þá var hann sem mjög ungur og efnilegur miðjumaður frá Ítalíu. Hvernig náungi var hann? Ég kynntist honum lítið, þetta voru bara eitthvað hálft ári sem hann var hann og hann var mjög einbeittur á ferlinu með sko sinn fótboltaferil og þegar ég kem til West Brom þá er strax þetta Juventus risa move hans komið að byrja að tala um það og hann var mjög ungu manni fókusaður á ferilinn og hvað hann ætlaði að gera og hann var on a mission sko. Tók hann Lárus að tryggsið þarna á æfingum hjá West Brom? Nei, hann var einhverju allt öðru dæmi sko. Já. Kannski eldsnögt með Potterinn sko, hann var náttúrulega á landinu daginn. Já. Ég veit ekki hvort, kíktur á hann eða? Nei, hann heyrði ekki dýmið bungurinn sko. Hann var hann upp í stúku sko og við erum alltaf báðið Chelsea menn miklir sko. Þannig að ég bara stóðst ekki mátið að hnippi en ég var samt mjög stressaður að gera það úr karta fyrir mig. Var ekki viðkunnulegur Sko, og ég segi, ég man ekki hvað ég segi, ég ætla eitthvað að peppa hann og segi, how are you Harry?
alveg hann hafði engan húmor fyrir því og ég fattaði ekkert alveg strax ég var bara svo stressaður sko fór í Harry Potter hann hafði ekkert svakalega fengið húmor fyrir því sko það var óvart en Graham Potter, var hann kemur óvart hann er þjálfari í sænska landsliðs í dag, hann er á impressive fyrir heldur betur sástu það fyrir? Nei, ég þurfti að pikka einhver út hana og hann ekki verið fyrstu mönnum hann er rosalega klár þetta er vel gefinn strákur sko og á klár náungi en nei, ég sá þetta ekki endilega fyrir Hvort það meiri stemning á West Bromwich Albion vellinum eða Stoke? Britannia? Sko The Hawthorns, segi ég Já, Hawthorns Ég náttúrulega átti betri tíma með West Brom við náttúrulega förum upp í úrvalsdeild og það var náttúrulega rosaleg stemming á vellinum þegar það gekk sem best hann og gríðaleg stemming í liðinu þegar við vorum að fara hann upp þetta var svona lið sem var enga stórstjörnur í þessu lið og við svona einhvern veginn bjóst engin við þessu og það var náttúrulega gríðaleg stemming þar út af hvernig gekk en það er alveg eins og ég sagði hann gríðaleg passion í áhörndu Stók og þeir voru svona meiri hendur mín leikstíl betur áhörndu Stók maður fekk gott klapp fyrir góða tæklingu þar sko en ég var svona betri tímar kannski hjá mér hjá West Brom gekk betur Já, sko við tölum kannski mismunin milli deilda þarna en hver er munurinn milli Championship og Premier League og hvort hentaði þér betur? Sko Premier League var náttúrulega alveg brútal sko hvað var þar ef þú gerir mistök þar þá er þetta bara refsa það big time sko þetta var mjög gaman að fara hann upp og spila hann upp á móti öllum þessu leikmönnum og þetta er mjög krefendild og spila og oft spurðu hvað er besti leikmann sem spila móti þú veist, Thierry Henry, hann var rosalegur á þessum tímum hann var ekki hægt að spila móti hann þetta var bara svona að þú leikur og byrjar að þú bara strax byrjar horfa klukkuna hvernig þú komst í gegnum þetta sko. Hann var eiginlega þannig að sko hann var svo snöggur á fyrstu metrunum þú náður alveg að halda í við hann á hlaupunum hann fór ekki lengra frá þér en hann var einhvern veginn alltaf bara komið 2 metra undaður hann svo rosalega snöggur á fyrstu metrunum en ef þú gafst honum svæðið þá hljópa hann bara á því og hljópa fram hjá þér ef þú varst hún nált hann snýrið þér og fór þannig að það var mjög erfitt að eiga við hann Hvaða fleiri strækarar varstu með í maganum fyrir og var eitthvað sem þú kannski náður að halda undir þinni stjórn sem þú kannski bjóst ekki við? Ian Wright það var gaman að spila mútið honum Arsenal, hann var svona ég var Arsenal maður og við spilum mútið þeim þegar ég var í Stoke örgulega verið í League Cup hann var svona ruglandi í manni og svona það var eftirminnilegt að spila mútið Duncan Ferguson hann bara lamdi mann sko það var bara olbóðinni og ekkert verið að fela sko og Shearer, hann er góður hann er alveg sko heldur þetta séu góði gæjar sko þetta er ekki góði gæjar sko þetta er bara markið sem skiptir máli og hann ætlar að ná markið og hann gerir allt í þess og þetta er mjög öflugur leikmann En var það þannig þegar þið fóruð upp í Prem þetta lið á þessum tíma hjá West Brom náttúrulega frábærum árangri og fara svo aftur upp eftir að þú hættir sko vissuðu strax að þetta væri bara skemmtilegt ævintýri framöndan eða helduð að ættu breyka og halda ykkur uppi? Já, við heldum þetta sjálfsögðu og það gekk ágætlega til að byrja með sko. Það gekk ágætlega til að byrja með svo svona þegar það fór að líða á tímabili þá svona kannski kom gæðmunurinn í ljós og við vorum bara einfallega ekki með nógu sterkt lið til þess að halda okkur uppi að þessu sinni en fyrsti leikurinn minn Premier League, það var á Old Trafford móti United og það sáleikur var alveg jafnum alveg til lokinn Derek McGuinness sem er núna þjálfar held ég sé á Hearts núna hann var fyrirliðin hjá okkur, hann leit rekka sig út af hérna meðan setni áleik og ég held að þeir að skora unni 1-0 bara undir lokleiks þannig að það var En þá spyr maður sig líka sko eins og Leifur talar þú mætir í Þóra Akureyri, vill fá startið 17 ára gamall, mætir í Stoke 21 árs, vill fá startið verður þú aldrei lítill þú ert í göngunum á Stamford Bridge, Old Trafford Highbury þarna og fleiri völlum?
Nei, ekki sko, þú ert bara ég held þú fattir þetta ekki fyrir bara setna mér sko. Ég fattar þetta miklu meira þegar ég fór með son minn á Old Trafford og fór með hann túrin sko, hann að maður var actually þarna sko að fara út að spila sko. Þú ert bara að fókusera á leikinni, þetta er boring svar sko, en þetta er bara þannig og ég man bara einu sinni eftir að hafa verið pínu svona starstruck inn á vellinum, það var einmitt þegar ég spilaði mot Chelsea og þetta var svona snemma á ferlinum og þá var ég að dekka hann Ruud Gullit í hotspinnum og þá, þegar ég elst upp, þá er ítalska deildin mjög stór og þá var maður að horfa á AC Milan í sjónvarpinu, þríeikið þar, hollendingarna og svo það að spila mótunum, það ég var að dekka hann í hotni og hann bara stóð og horfði á hann smá sko. hann var hrikalega góð leikmaður. Já, geggja. Áður við ferum okkur annað, mér langar að spyrja sko, þú komst aðeins inn á það, þetta er náttúrulega Bölvar úþokkar, ég ger allt til að vinna en sko, áttur einhvern tímann einhverju sem þú varst að munnhöggvast mikið við, hvernig var þinn stíl upp á það að gera með strækjarana sko, sem þú varst að dekka og síðan hins vegar klípa og eitthvað aðeins vissanast, hvernig var það? Nei, ég bara ignoraði það algjörlega. Þú varst bara prúður? Nei, ég myndi ekki segja prúður, nei, en þú bara, ef við reyndi að tala við þig, reyndi að chatta, bara, ég sá það ekki. Nei. Ok. Bara, það er bara þannig og svo bara eftir leikinn og ef þetta voru einhverjum leikmenn sem þekktir, jafnvel einhver sem voru með í liði og bara þeir ekki á þá, með leiknum stendur. Bara, já, þetta er bara, þú ert bara í leiknum og þetta er bara game og þú gerir bara allt til þess að vinna og passa að hann verði ekki fyrir þér og þá fyrir bara í gegnum hann og svo þegar leikunum er búin, ef hann er ekki maður þetta bara að koma að taka í hendina þér, þá er það bara hans vandamál. Þú væntanlega ekki skipta mörgum treyjum? Nei, það kemur í það gerði ég ekki. Gerðu það nokkuð tímann? Nei, sko nei held ekki. Það var ekki Var það lenskan? Nei, ekki eins mikið, eitthvað jú landsleikjum var það jú, en ég vildi í landsleikjum þá var maður alltaf búin að lofa einhverjum treyjunu sinni sko og mér fannst það alveg frábært sko, ég vildi gefa einhverjum var einhver frendi eða einhver frendi að segja að maður vildi fá treyjunu mín, það var mér alveg frábært Sko, þú varst ekkert mikið fyrir þessa platvinnu með sko sem við kallum við í dag, þú varst bara í Vestbrom og Stók og svo bara fórstu aftur heim ekkert að fara á Norðurlöndin eða neitt líkt sko, endalokiðin hjá Vestbrom, hvernig var skrokkurinn og gafst ekki fundið eitthvað annar lið eða varst það bara þreyttur? Nei, sko þið stóðu nú þennan áðan, ég hef aldrei verið meiddur það er ekki alveg rétt sko, þegar ég kem til Vestbrom þá hitti ég sjúkraþjálfarann Nick Worth heitir hann og við urðum því með bara ágætis félagar sko, þegar hjá Vestbrom þá slíti ég krossbönd 2 svar og svo enda ég ferilinn á því að ég tek algjörlega út Lithóan í nénu og fer í stóra sömu meiðsli og Ole Gunnar Solskjær þetta hætti með og það er umlega bara sem klára ferilinn hjá mér, þannig ég kem heim 31 og gammal það sem bara sem engin aldur í dag nei og ekki þá heldur runni sko þannig og þá ég bara búinn sko og ég gat æft upp af þessu marki þá bara bólnaði alltaf niður upp og þannig þetta var bara búið hjá mig á þessu leveli ég kom henni heim og reyndi að spila henni heima ég hef svona spilað á annar löppinni og þannig að ferlinu kláraðist þarna og öll þessi meiðsli mín þessi 3 stóru nýjameðsli þetta var allt svona eitthvað collision dæmi þannig að þetta var bara kannski eins og ég spilaði eitthvað til að slúta þessu á hann fyrir mig landsliðsferilin hans og landsliði almennt af því að hann er svona helsti sérfræðingur landsliði sko eitthvað ef og hefði eitthvað sem þú vildir hafa gert öðru Nei, ég er mjög sáttur við ferilin minn og allt sem ég gerði í þessu því að ég þurfti að hafa mikið fyrir öllu og lagði mjög hart að mér í þessu öllu saman og ég er mjög stoltur og svona hlutum eins og það að Newcastle hefði viljað kaupa mig. Ég veit að Lou Macari er náttúrulega Manchester United legend og hann ég meina ef vinir mín komu í heimsókn til mig og ég þurfti að redda mig United þá talaði með mig við Gaffa og vinir mínir voru bara í sko einhverjum mat með Spice Girls og þetta voru alltaf bestu miðanir sem ég fengu hann en ég veit að
það var tími hann að ég var maður tímbilsins, fyrsta tímbil hjá Stoke. Ég veit að Lumakari gerði mjög mikið til þess að reyna að selja mig til United og ég veit að þeir voru að fylgjast með mér tölur þessum tíma og ég var bara ekki nógu góður í það sko. En það er gaman að vita því að maður einhvern kannski vera að skoða mann. Já, það er meirinn flestir sem er að hlusta held ég. Nafn á blaðið hérna á Old Trafford, það er rosalega. En það var kannski ekki út af því ég var svona rosalega góður, það var út af því að þjálfarinn minn var vel tengdur inn og var að koma mér hann yfir. Já. Ætli það hafi ekki verið einhver blanda báður? Jú, ég held að, já. Ég þekki ýmsa menn, það er ekki verið að græða mig. Við skulum færa okkur yfir í landsliðsferilinn og landslið í dag. Í boði Höfstrand. Koma kveðust undir bili hjá okkur. Já, takk fyrir samtalið Höfstrand. Maður mun hugsa hlýlega til þeirra áfram þegar maður keyrir fram með þeim í borgartúrnu. Og ég mun halda áfram að draka kaffið þeirra. Mánatúrnu. Já, ekkert ál, bara kaffi. Lífræn Helgi, gerðu kaffi fyrir kaffi. Já, rétt. Og forláta vélar. En svo munum líklega að koma einhver tíman aftur inn á. Já, vonandi. Svo er það Blush. Og fyrir þá sem er að halda jól í janúar, þá er 30% afsláttur á jóladagatalli Blush á meðan byrðir endast. Vantar náttúrulega Blush á Skagan, sko. Og þeir sem eru séðir, sko, og kannski hef ég rangt fyrir með þetta, ég veit ekki. Ég veit ekki hvort það er einhver dagsetning sem þetta rennur út, en ef það ætlar að vera séður. Það rennur ekkert út. Þá gætir mögulega keyptu sér núna, komið frá óvart næstu jól. Eða allar bara geymið í skápnum í 11 mánuði. Já, velda vel. Já, skoðum vel. Krakking, þetta er kannski bara betra. Áfram. Herri, færum okkur í eftirminnilegasta landsleikinn á ferlinum, Lárus. Hver svona stendur upp? Á þessum 42. Já, ég held ég verði ekki segja frakkaleikurinn heima. Já. Verður ekki verið hann. Voruð þið Social Pete hafsendaparið með það? Við vorum 3. Já, á 5 manna. Já, hvort Siggi Jóns hafi verið milli okkur. Mér langar að segja það. Já. Hverjum var best að spila hafsend með í landsliðinu? Var það Pétur? Nei, það var ekki Pétur. Og taldu Pétur, og það sem betur fer, ég heyrði um þáttu við hann hérna, hann byrjaði að tala um flugvöllin eins og þegar ég var að keyra heim, ég var að keyra ofan Skatur, ég var held í Varmalíð, þegar hann byrjaði að tala um flugvölli, ég var komin í Borgarnes, hann var ennþá að tala um. Í alvörinni? Hann hafði bara áhuga þessu lengi. Já, hann talaði mikið um flugvöllin og sem betur fer segi nú bara þá hérna, er það Alþingi Íslendinga þegar sem ákveðum með flugvöllin. Ekki einhver reikningingar. Ekki Pétur Mattisson. En aftur því þá var Siggi Jóns var besti íslenski leikmaður sem ég spilaði með. Já. Nú er ég að Já. Hann Eiður Smári var náttúrulega different class sko. Hann náttúrulega var með með Chelsea, Barcelona og bara Siggi var ég að spila við hliðin á mér og var svona leikmaður þannig að hann var uppáhalds íslenski leikmaður sem ég spilaði með þó kannski Eiður hefði verið svo besti. Siggi var sem leikmaður með mikla hæfileika, hann var mikla spyrnugetu, hann var mikil leiðtogi og bara mikil töffari líka og mjög gott að spila með honum sem hafsend. Maður þurfti ekki að hafa neitt áhyggjur á hlutunum í kringu sig þegar maður var að spila með Sigga Jóns. Þannig að hann var alveg gríðarlega öflugur. Já, þú erum að fá þann mistara í þáttinn sko. Já, hvernig væri það? Ég vinn með honum upp á Skaga. Já, og hann er alveg frábært að hafa hann upp á Skaga og hann fylgist mikið með okkur og svo þegar hann kemur og tala við okkur hann í teiminu þá hlusta menn. Já. Talaðum að verða aldrei lítill, alltaf stór, talaðum að frakkarleik, alltaf fólk þekkir þetta 2-2 er ekki daða, Rúnar Kristins með assistið, menn voru heldur ekki, þú veist, núna förum við út frá félagslega boltanum, förum í landslið, menn er ekki litlir að mæta frökkum. Nei, þetta var sko Gauju var náttúrulega að þjálfa okkur þessi tíma og þegar maður horfið tilbaka af undirbúningin fyrir þennan leik þá var þetta bara á okkar fái styrkleikum og þeirra fái veikleikum sko. Já. Ég labbaði nú hann völd bara við erum aldrei að tappa þessu sko. Pétur talaði um þetta í þættinum að hann talaði nú til líka til að bara þessi frakkar get ekki neitt. Já, það lá alveg veið sko. Undirbúningin vorum í Hveragerði og þetta var bara hversu öflug við vorum í einhverjum örfáum hlutum og þeir hversu lélega þeir voru í örfáum hlutum meðal hans markmaðurinn, hann hamaði svolítið á markmannum og eitthvað í. Já. Og þetta var eiginlega þannig þegar ég fór út af vettinnileg þá var ég pínu söktur sko. Já, það var ekki unni. Já, það var ekki unni. En svo eftir að hann fatta að þetta voru alveg heljan úrslit sko, en þetta var mjög skemmtileg leikur en það voru önnur úrslit þannig í kringum þetta
við Úkraínu úti. Þú skorar það ekki? Ég skorar það. Það er rússar hérna heima. Þar eyddi ég bara held ég 88-90 mínútum í að sparka boltan með slant fram og í gat. Og við unnum þá hérna heima 1-0. Það var náttúrulega stórsigur sko. Þannig að þetta voru eftirminnilegi tímar og ég hef sagt þetta áður og ég segi þetta aftur að ef ég mætti gera eitt tilbaka í allan ferlinum þá myndi ég velja að standa í þjóðsöng. Þetta er bara eitthvað rosalegast sem maður gerir að spila fyrir Íslands hönd. Ég leit allt á mig sem sko fulltrúa fjölskyldunar minnar, fulltrúa Akureyrar, fulltrúa Norðurlandsins. Þetta er bara það er vonandi aldrei að fara í stríð en þetta var svona líkast í að fara bara í stríð sko. Sko, ég ætla bara svona að fara að leiðrétta okkur núna því að við hefum fengið marga gamla jálkaðin í þáttin og talaðum okkur gat landsleikin eitt á þessum árum og alveg eins og við hefum talað við Jón Rúnar sem talar núna bara, FH hefði farið 300 sinnum í riðlakeppni ef að fyrirkomulagi væri eins og er í dag. Sko, við hefum alltaf sagt okkur gat landsleikin eitt á þessum árum. Þetta var bara miklu erfiðar að komast í lokakeppni hann. Já, þetta var erfiðar og við vorum kannski líka klaufar á tímbili. Við vorum ansi gott lið. Við vorum með mjög öfluga leikmenn. Umgjörðin á landsliðinu þess tíma var ekki góð. Nei. Hún var miklu lélegri heldur en til dæmis í félagslegunum sem maður var í. Já, nú ertu þjálfari í dag. Bara hvað var að? Það var bara, þú veist, þú varst að taka leikmenn úr vissum umhverfi og setja þau í miklu lakar umhverfi. Okay. Og það er bara ekki gott. Það er... Hvað vantaði upp á? Horfðu menn svolítið á þetta sem frí? Bara eitt kaldur milli æfinga og... Nei, held ekki sko. Ég leit ekki á þetta þannig. Þetta var bara leikinnir og þú varst að spila fyrir Íslands hönd og þetta skiptir bara mjög miklu máli og þið vitið hvernig þetta er með landsliði. Þú ert annarkot bara að hetja algjör skurkur sko. Þannig að þetta skiptir rosalega miklu máli. Fyrir mig skiptir þetta máli bara líka að standa sig fyrir hönd fjölskyldunar sko. Já. Þannig að, nei, alls ekki frí. Þetta var, þú ert náttúrulega að fórna, ég segi ekki fórna, þetta er privilege að spila með landsliði, en meðan það maður var að fara að spila þessa landsleikin, þá voru liðsfélagar manns að fara í sólandaferð og í frí. Það er alls ekki frí. Nei. Algjörlega. Besti landsliðsþjálfari sem spilaður undir? Hvað landsliðsþjálfari var ég með? Ásgeir með á fyrsta landsleikin. Svo var ég með Gauja og ég var með Atla og ég var með Ég reyfið þetta upp líka sjálfur sko, ég er ekki með þetta frá mig. Nei. Já, Gauji náði besta árangrinum. Já. Gauji náði besta árangrinum. Og þá ætla ég að svissa yfir í landslið í dag af því að Lárus er okkar helsti sérfræðingur. Hann er það og ég elska að fá hann að skjá hann fyrir landsliðsleiki núna. Nú ertu náttúrulega skaganum, hann að tala valega. Eru ánægðið með Arna Gunnlaugs svo far? Já, við erum það. Já. Við það eru náttúrulega hluti sem að hefðu kannski maður betur fara en ég held að sé á klálega á réttri vegferð með þetta. Ég held að við séum núna á þeim stað að við erum farin að klífa aftur í fjallið. Þetta er búið að vera núna ansi langa tíma, erum búin að bremsa okkur á leiðinni niður. Ég held að við séum búin að taka körfuna og erum á leiðinu upp aftur og ég held að Arna sé að gera mjög góða hluti hann og byggja upp eitthvað skemmtilegt. Það verður mjög áhugavert að fylgjast með hann núna í ekki endilega þessum æfingarleikum sem er að koma heldur þjóðadeildin sem er að fara í. Við erum að spila mútið þannig liðum það núna, þannig við ættum að fá að sjá skemmtilegan bolta sem verður vonandi mjög góður undirbúningu fyrir hann þegar við förum svo að fara í enn erfiðari og sterkari þjóðir. Já, heldur hann að fara ekki að döðu leiðaskallinu með það? Hann ekki, valla keppnisleiki næsta haust, sko. Nei, blessa, er hann ekki bara í ræktinu og golfu og svona? Förum við á EM 2008? Já, ekki? Jú, það held ég líka. Þegar kemur landsliðinu þá má alltaf vera svona alveg ruggla bjassit, sko. Já, klart. Á hann að kroppi í einhverja fyrir Bandaríkjaklukkan í þínum hópi? Já. Er einhver sem hann á að horfa til? Já, ég vil ekki missa hann leikmennum, en ég... Ekki snerta þá? Ég held að hljóta að vera, fyrir hennar Mexikoleik sem er að koma núna, það hljóta að vera einhver leikmenn sem fara frá okkur þar. Og
þetta vill maður ekki missa hennar leikmenn en það bara þeim fleiri sem verður skaga þeim ánæður verð ég bara fyrir skagan ég ætla að vona að verði bara margir og það eru margir sem ég get hugsaði og veit að ég skilja að vera hana þannig já Eitt sem að þetta er kannski ekki fyrst í hug en ætti klálega að vera þetta eða gera tilkall til þess einhverja skaganum Vildi ég nefna einhver? Já, þú veist, eða þú vilt einhver bara svona kannski óvæntur sem að samt ætti að mögulega skilja Óvæntur, ég menna, þú veist, það eru náttúrulega nokkur sem fólk hugsa strax eins og Gísla Eyjóls og jafnvel Gumma Tótana, jafnvel Haukur hefur náttúrulega verið búin að gríðlega öflugur fyrir okkur, hann hlýtur að vera blaði hana, kannski ef við séum óvæntur þá Jón Gísli spilaði mjög vel fyrir okkur lóktímbilsi fyrra, er alveg í toppstandi núna og er að bæta sig mjög mikið og fleiri leikmenn hana, þú veist, svo náttúrulega ungi strákarna sem eru kannski ekki komnir alveg þarna en þetta eru klálega einhver leikmenn sem hann örugglega að horfa á. Já, fullt af góð leikmenn þarna, það ekki að spyrja, við erum konur í riddarspurningarnar í bland við almennar sem jafnframt næst síðasti liðurinn á undan kaldasti liðinu og hann í boði lengjunar. Það voru nú einhverjir sem að tippu á landsliði í dag og gera það áfram. Ég vissum það að ávöxtun verði eitthvað betri núna á morgun en ef ekki þá ertu að minnstakosti að stiða við bækjað íslensku íþróttalífi að nú kosturinn í íslensku veðbankan tippið og svo erum við með Subway, hitta eða rista Lárus Subway, ristað Já, áttu þeir upp á spát? Nei, það er bara mér finnst þetta gott að hafa þetta bara einfalt og gott að setja bara skinku og stá þetta Já, skinkufótur, hann er klassiskur Já, minnum á nýja staðinn endilega kikki í garðin í mathöllinni í Smálendinni, glæsilegu staður en það er fyrsta riddarspurningin Myndi það einhver tíma koma til greina hjá þér að gefa Þór sigur gegn ykkur í síðasta leik tímabilsins til þess að halda Þór uppi og fella KA-menn, spyrir nafnlaus riddari? Nei, aldrei komið. Lárus, ein frá bombunni hér. Hvað elskar mest í fari Alberts Ingasonar? Það er svo margt. Albert er algjör toppdrengur og ég held að kannski ekki margir eru haldið að við erum góðir félagar gegnum sjónvarpið en Albert hann er mjög skemmtilegur, það er mjög gaman að vera í kringum Albert, hann hefur mjög svona skemmtilega orku og og svo er hann bara klár í því sem hann gerir, hann kemur vel undir búin í þættina og það er krefjandi að vera með honum í þáttunum þegar maður veit að ef maður er ekki á tánum í kringum hann þá nappar hann mann og lætur mann heyra þannig að Albert er bæði skemmtilegur að vera í kringum svona utanvinnu og gaman að vinna með hann Já, hlýorð og Albert frábær og stórt trós að hann undirbúið sér vel frá manni sem er undirbúinskall einnig en bomban er ekki hægt, hún segir Lárus telur þú þig vera með mikla pressu á eftir á þér eftir að þú ert búin að fá svona stóra prófíl í liði ég held að vera freka maður sem vildi byggja upp lið á uppöldum leikmönnum Já, við erum með náttúrulega hellinga ungu strákum líka hana þannig að það er engin pressa í kringu það var þetta pressu að ná árangri þá var hún fyrir hvort sem að þessi leikmenn komið ekki og svo er ég bara búin að vera lengi í þessu og ég veit það er bara eitt sem virkar í þessum, það voru bara að leggja sig fram og sinna sinni vinnu vel og þá séðum maður vel á nóttinni og þá líka bara, þú veist, hvað sem verður þá getur við gengið burt frá þessu hvað sem verður úr þessu með höfuð hátt Rósmundur Magnússon spyr einn þjálfari í bestu deildinni til að taka nokkra kalda eða rauðin með beint eftir leik Þetta er allt mjög merkilegir menn sem að velja sér þessar atvinnugreina að vera þjálfar hann í bestdeildinni og margir mjög skemmtilegir hana en ef ég hætti að velja einhvern einn já veist að ég myndi velja Óskar Já Ég myndi velja Óskar Nei, það var ekki mikið um þögn þar held ég Nei
Jóhann Már Helgason á næstu með örlitlu innskoti í endan frá mér. Kom aldrei til greina að taka Albert Ingarsson með sem aðstofþjálfari upp á Skaga, þó ekki verið nema bara vegna þess hve glæsilegur hann væri á hlíðalínu. Nei, það kom ekki til greina. Nei, Addi Baldspil ekki áhætt að taka þetta starf, þarf að flytja frá Akureyri og verður svo kannski bara rekinn þessu ári. Það er harður þessi. Já, jú, örugglega. En sko ég rek fyrirtæki heima á Akureyri sem í fasteigna umsjón. Hrímland eða ekki? Sko Hrímland okkar stærsti kunni. Já. Og okkar langstærsti kunni og eigendur Hrímlands þetta fyrirtæki sem í fjölskyldu eigu semst Hrímland og við erum búin að vera í vinna fyrir þau og í samstarfi við þau okkar fyrirtæki sér allt fyrir þau í að vera 10 ár núna og það umlega líka bara í samstarfi við þau sem ég get gert þetta. Við erum búin að eiga mjög gott samstarf lengi og þannig að ef ég rekin á morgun þá fer ég bara aftur í það sem ég var að gera. Já. Ekki slæmt. King Bergvin á næstu, hversu erfiðir gátu drengirnir í Þelamerkurskóla verið í sturtuklefanum eftir sundkennslu? Þeir gátu mjög erfiðir. En þeir lítu með nokkuð vel. Já. Það er gott. Bjartur Ólafur spyr, Haukur Andri í vopnabúrunu fyrir næstkomandi tímabil? Haukur Andri í vopnabúrunu? Það lítur að vera. Já, sjálfsögðu. Og rúmlega það. Já. Haukur stóð sér mjög vel sérstaklega undir lok tímabils og Haukur gríðarlega öflugur og hlaupagetan hjá honum rosaleg því að hann sé bróðinn hans í landsleikjunum ekki svar ég held að Haukur getur hlaupið meira heldur en hann og Haukur líka bara mjög flottur leikmaður og samviskusamur ungur drengur hann á framtíðinni fyrir sér. Hvernig ertu ef við tökum hann bara sem dæmi, við erum að tala unga leikmenn almennt, tölum að þú var út mögulega fullkonum aldrei 21 árs þú lítur að vera búast við því að missa hann á einhverju tímapunkti ef hann heldur áfram að blómstra? Já, það kemur ekki óvart ef Haukur færi út, alls ekki. Og þá er það bara flott. Ég vil ekki missa hann leikmann. Við erum með fleiri leikmann sem við höfum von á að fari út á jafnvel þessa tímabili, jafnvel einhverju fyrir tímabilið. Það er ekki eitthvað sem þú vilt gera, en það er hlut á jobbinu og ef að leikmaður fer út og seldur út, þá er það líka success. Þannig að það er bara hlutastarfinu. Heldur ekki að beða að svara fyrir hann, en heldur þessi lildvöl hjá honum hafi verið bara, gekk bara ekki upp? Eða? Nei, hún augljóslega gekk bara ekki upp og ég sagði hann áðan að ungi leikmenn ætti að vera lengur úti og harka af sér. En þetta kemur stundum þannig fyrir að þetta bara alls ekki að ganga. Já. Og ég held að þó ég viti nú ekki allt dvöl hans hann úti, þá held ég að verið gott skrifð hann að koma tilbaka og hann hefur kannski ekki verið alveg tilbúin til að fara á þeim tímapunkti. En það var að sýnda eins og bara síðast tímabili, hann að þroska skriðlega mikið sem leikmaður og að vera betri og betri og hann er að fara út aftur. Já. Bjartur Ólafur aðra Gummi Tóta X Gísli Eyjóls, þetta eitraðast að dú og síðan Shaq og Kobe? Já, alveg klálega. Hann rekur síðan smiðshöggi áriðarspurningarnar og spyr hvernig nær Lárus að balansera rekstrinum fyrir norðan og að þjálfa Skagan? Kona mín dregur með landi. Já. Það er ekki flóknar af það. Nei, hún balansar bækurnar. Já, hún er að sinna stóru hluta af starfinu. Þetta verður miklu auðveldar líka núna í fyrra náttúrulega var þetta á miðju high seasonu hjá okkur í vinnunni fyrir norðan sem ég þurfti að fara. Núna þá höfum ráðningum bara í samræmi við þetta. Ég sinna ennþá hlutastarfinu fyrir sunnan. Það er gert bara í algjörlega samræmi við skamenn. Að vera þjálfari meir en 100% starf en ef maður ætlar að gera svona eins og ég er ekki þá erum maður bara að leggja mikið á sig og vera tilbúin til að vinna lengi daginn. En stuttasvarið konan dregur með landi. Stuttasvarið vel giftur. Já, það er svona þema þáttarins. Já. Það er komið að kalda stríðinu. Lokaliðinu. Já, ég búið David Jones og frumina. Og ég var nú með nokkra David Jones stöðlupoka í skottinu á bílnum hjá foreldrum mínum. Ok. Á
og nú einhver afföll þar. Já, búið að kroppa í þetta. Máttu nú vita það, ég skildi þetta eftir á Víðavangi. Það nú eitthvað kroppað í þetta og ég álasa þau ekkert fyrir það. Þetta er erfitt að standast freistinguna og kannski ljóta mér að vera útrópaði hérna. Já, það er það. En að laumast í Poga Dane Jones, það er fátt betra og hvort sem út með þetta í bílnum eða golftöskunni eða bara vinnunni. Margir að vinna með þetta á skrifborðinu, bara svona smá millimál. Ert þú ekki á golfinu, Lárus, eða? Er ég hvað? Í golfinu? Nei, ég er ekki í golfinu. Nei, það er svona, getur þú verið í teimstörum? Já, ég byrjaði. Því ég var atvinnumaður í fótbolta og hugsaði að ég verið að spila golf. En ég keypti greinur og fór í kennslu og allt saman, en svo bara átti þetta enga við skapið á mér. Þannig ég hætti þessu bara. Já, skynsalegt til því. Mjög gott. Það eru frumeri, allir að drífa sig í skoðun þangað. Klárt. Það er ásinn núna. Það er nú eiginlega bara á seint, sko. Það var á tvisturinn. Það kom að kaldastriðinu, Birkir, ég ætla að leyfa þér að... Já, það er, fyrsta spurning er gras eða gervigras? Gras. Góð úrslit eða góð frammistaða? Góð úrslit. Liðir að tapa 3-0 í hálfleik, hárblásar eða rólegur? Rólegur. Rólegur. 1-0 solid sigur eða 4-3 veistla? 1-0. Stoke eða West Brom? Já. Ég held að, sko. Já. Þetta er svo vel að milli barnanir sinna, sko. Já, ok. Ég segi Stoke samt á þetta. Ég fór fyrst þangað út og þetta þóðum á meiri árangri á West Brom. Það var svona Stoke aðeins nær hértunum. Liðið í enska boltan? Ég var Arsenal maður. Já, ert það í dag? Já og nei. Þjálfarinn, ég er svona love-hate samband með hann. Já, eðlilega. Hann fer svona pínu í mig eitthvað, ég veit ekki út af hverju. Get ekki útskýrt það. Já, ég get alveg satt þér út af hverju. Besti samningur sem Lárus fekk á ferlinum? Hvað, vildi ég nefna tölur eða? Nei, ekki tölur, bara besti samningur. Það var minn síðast samningur sem ég skrifaði á Ösbróm. Já. Hvað er það best? Mér langar að skjóta inn í þannig. Sko, fyrsti samningurinn sem ég gerði við Ösbróm, hefði munað miklu eða það hefði verið keyptur fyrir fólku ár eða sem að því að þú varst að renna út á samningi, fékkstu þá betri samning fyrir vikið? Veistu að ég bara veit það ekki. Nei. Ég veit það ekki. Ég veit bara að síðast samningunum minn, það var langstærsti samningunum minn hann úti. Þá tók ég sjensa. Ég lét samningi mér renna út. Og ég rann út árið sem við fórum upp. Þannig leðið við fórum upp í premjus fyrstskipti, þá var ég samningslaus. Og þá var ég hluti af vörn sem var basically vörnin sem fór með liðið upp. Ég heldum, við settum eitthvað með að halda hreinu hana. Þannig að þá náði ég mér í langbæsta samning. Laglegt. Klókur þar. Hvað er það besta og versta við atvinnumennsku? Besta og versta? Best er náttúrulega bara, þú veist, þetta er náttúrulega frábær upplifun að vera á þessu sviði, vera að spila fyrir framan allar þessu áhorfendur og fá að taka þátt í þessu ævintýri. Versta, þetta er kúla. Þú býrð ekki, eða þú lifir ekki svona í raunveruleikanum. Þú lifir í öðrum heimi. Þið er einhvern veginn bara haldið inn í einhverju búblu. Svo þetta er búið, þá er þetta fyrir að fara að takast á við raunveruleikan aftur. Mjög gott. Nú þú þjálfari Mourinho eða Pep Guardiola? Mourinho. Já, sammála. Gary Megson eða Tony Pulis? Er einhver munur hann á? Ég veit ekki bara Gary Megson, klárlega. Hvor með meiri gæði, þú eða Kristján Örn bróðinn? Já. Mér er gæði. Sennilega Krissi. Já, hvor meiri hard work og hvor meira talent? Já, ég verið hard work. Já. Besti samherji á ferlinum? Þá kannski verið utan á Sigga Jóns eða náttúrulega máli líka vera erlendis? Besti sem þú spilaði með? Besti sem ég spilaði með? Ég veit ekki, það er að segja. Ég spilaði með Phil Gilchrist og þekkja sem hann ekki. Darren Moore var hann með mér í hafsendunum. Já, grjótharður. Já, þeir voru mjög flottir, mjög gott að spila með þeim.
þegar ég fyrst kom út í Stók þá lendi ég með einu gömlu sem heiti Vince Overson. Hann var ekki góður fótboltamaður punktur, en hann hugsaði mig, hann passaði upp mig. Hann var bara þannig ef að einhver eitthvað ég man kom einhver sendi, var eitthvað að berja mig, þá bara sagði hann skipti og tók og jarðaði hann. Þannig að hann hugsaði vel mig en svo hætti hann þetta var alveg undir lok ferilsins hans. Ég hefði þurft sem ungu maður hann úti að hafa hann kannski aðeins lengur. Þannig ég svona kannski nefni þessa 2. En nei, hvað er ég að gera? Ég er náttúrulega með einn alveg, ég spila með pappum. Verður ekki að taka það? Já, ekki skilja hann eftir. Nei. Það er pabbi gamli. Loka spurning frá mér, fyrir að síða setna þetta. Eitt ráð til ungra knattspyrnumanna? Sko, það er bara að ég held að sé alveg sama hvaða menn sjá þetta glamur í kringum fótboltan í dag, en það er alveg sama nánast undantendingarlaust sama hvaða fótboltamann þú horfir á sem hefur náð árangri í dag. Þetta eru menn sem eru tilbúin til að leggja gríðarlega á sig fyrir starfið, og ef þú ætlar að ná árangri í fótbolta þá eru það tilbúin til að fórna náttúrulega öllu fyrir þetta og leggja endalsu vinna á því. Þannig að alveg sem að hversu góður heldur þú sért, þú verður að vera tilbúin til að leggja minna á því. Lárus Orri Bailey, þakka þér fyrir virkilega skemmtilega kvöldsund. Já, þetta var Takk fyrir komuna, Lárus, og gangið þér sem allra besti sumar. Ég held að við verum bara í gula búrinum í sumar, sko. Mér heyrist það. Já, maður getur þetta að ríða fram gömlu treyna sem er skipt í miðju og síðan röndótt. Lárus Orri, takk fyrir mig. Takk fyrir kvöldi og takk fyrir komuna. Takk fyrir.